Góða kvöldið og velkomin á þetta superstjörnu streymi hjá okkur. Ég heiti Hrannar og með mér er Bergur og Snorri er á myndölni Sælir. og í kvöld ætlum við að horfa á Kittakari á móti Hendaköllunum og þetta er alveg einn af leikjum riðlakeppnarinnar held ég, þetta eru tvö sterk lið og þannig að ég er bara spenntur. Já, ég held að þetta geti verið góður leikur. Já, Við erum með eitt lið sem er svona aðeins meiri fasti, ef svo má segja, í þessari deild og svona seinustu já, mótum sem eru Endakarlarnir, sem að hafa, consistently bara svona sýnt sig að vera mjög stabílt og sterkt lið. já, bara sem að líka bara allir þekkja, Já, eða flestir þekkja allavega. flestir þekkja, og á móti myndi ég segja svona, ég held að þetta sé svona mesta dark horse liðið, eða svona, náttúrulega, já, kannski erfitt að kalla það dark horse af því þeir eru bara búin að spila fyrir lítið, en svona lið sem að ég held að geti uppsetað mest, bara út frá því að þeir hafa ekki spilað neitt í knattspyrnudeildinni hingað til, en eru svona, já, þetta er svona Kitty og já, þetta er í rauninni gamla kempur, sko. Það er Gossi Cromwell og já, Kutje, Dúra, Est, ég veit ekki alveg hver það er, og Bolsjálíni, sem held ég að sé Kittlíni. Já, allavega þetta er svona fjögurmanna kjarni sem að hefur, þú veist, líkt á Endakarlarnir eru vinir og hafa spilað hann leik, þú veist, þetta er svona hópur af spilurum sem spila eiginlega bara með hver öðrum Einmitt. og hafa spilað alveg, þú veist, ég veit ekki, ég held að þetta fara alveg, þetta fer allavega aftur til 2013 og Já, örugglega ég meina, lengur en það, sko. þú sendir mér eitthvað leik þar sem þú varst að spila á móti Skossa sem var frá 2014 eða eitthvað. Já, einmitt. Við höfum nefnilega þegar háværingurinn var haldinn hérna í gamla daga, áður en að á þeim tíma sem var einhvern veginn engin kompetitiv sena á Íslandi í Dota, þá voru þeir alltaf duglegir að mæta þangað, sko, og voru svona besta liðið þar, minnir mig. Einmitt. En já, skulum bara aðeins horfa á draftið kannski. Við sáum að Kitty Curry bannar hérna út Razor frá Hung Daddy og taka síðan út Clock og Sun King og síðan Ember og Pup. Standard Hung Daddy bann. Já, og síðan... Súlander er mættur aftur, þannig að það er, já, koma hérna tvær Súlander bann. Já, en engin Ruffalo, þannig að hann verður ekki... Já, hann verður ekki 1/18 á Tiny eða eitthvað, eða Tusk. Mér finnst sko að Jelly standinn fyrir Ruffalo að vera mega meira sensendur en Jelly standinn Já, fyrir Súlander. já, allan daginn, ég held að það er náttúrulega bara... Tusk í svona minna, einhvern veginn, setja Já, ég held að það er náttúrulega gert síðast bara þegar Gústi var upptekinn. Sko, Randi, það er ekki verið að flame Óla hérna því að hann vann sannlega leik sem hann var 1/18 á. Nei, reyndar ekki. Ég er að vitna í innhouse, okay. Ég er að vitna í innhouse, já. Já, ok, þá ertu að flama. En það var ekki endilega honum að kenna að við töpum. Já, það var Moisa að kenna. Nei, er ég að byrja það? Nei, þetta er ég er bara að tala um innhouse leik. Já, ok. Aðeins, sorry Moisa. En já, Underlord first pickar á Kittakari og Hendakarlarnir svara með Jack Hero Weaver sem er start lane og ef ég býst við af Jack Hero sé 5. Já, þau byrja á þessum klassíska opnara hérna, Underlord Sandsaman, gefur þér Orakall og mikið lockdown. Underlord Sandsaman gives you everything. Já, smá svona þannig, en... Það verður Timberinn bara, ok, Kittakari vann, sko. Það er Cromwell Timberinn, sko, þetta er legendary pick. Ég held að ekki Cromwell... Þeir eru hetjum sem hann spilaði famously fyrir 10 árum síðan. Hann ekki bara eitthvað ancient eða, ég veit ekki, divine á öllum hetjum með eitthvað og síðan á Timber hann bara rank 1000 eða? Sko, ég er mjög spenntur að sjá þetta því ég er ekki búinn að sjá hann að spila þessa hetju síðan á Háragnum 2014 held ég, þannig að... Hann átti alveg stjörnuleika móti, móti Skill Issue
um daginn þar sem að einmitt spilaði sko bæði á móti þrjum melee cores held ég og allir strength eða Já, allan einmitt. tveir strength þannig að og var líka svona, já, hvað segir ég? móti primal í lane og eitthvað svona þannig að hann var alveg með stjórnuleik á sko. Einmitt, sko, mér er svolítið mál með hann þessa Timber-heitu, að þú veist, það er rosa auðvelt að líta vel út á henni í fullkomnum leik, skiljur við, þegar þú ert á móti bara þremur strength cores og það er ekkert magic burst og eitthvað svona, en mér finnst þetta svona virkilega góður Timber-spilarar, þú veist, eins og, ég meina, Ammar til dæmis og svona gæðir eins og þetta, þú veist, þeir ná að vera ógeðslega dominant þó að þeir séu ekki í móti perfect match-setupnum, þannig að, og þetta er sannarlega þannig leikur. Það er ótrúlega mikið magic burst á milli Queen og Jakiro. Einmitt. Og Weaver Tusk er ekkert, þú veist, það er engin Treant, það er engin Primal, það er ekkert svona einhver auðveldar hetjur hérna til að... Já, þetta verður allavega erfiður leikur á blaði fyrir hann. Já. Og einmitt Súlandi co-op, þannig að ég bara er að pæla að setja bara player view á Súlandi sko. Já. Ég held að... Lúkar er svo næst co-op-leikur, sko. Já, ég get ekki beðið eftir að sjá Arcana, sko, úff. En ok, þeir eru með 18. picki á Gita Karri, þeir sjá núna 4 pick, þannig geta fengið einhvern næs Karri væntanlega hana. Ég held að þeir ætla bara að bíða með 5 eða 4 á einhvern last pick. Já, ég held í þessari stöðu viltu örugglega vanalega taka Karriinn, sko, því að annars þá henda kallinir tækifæri til að banna úr 2 Karri-hetjur frekar en 2 support-hetjur og já. Hvernig við taka hérna, það er ekkert svona sem öskra á mig eitthvað besta hetjan og það eru 4 sekundur eftir og þau taka dró, ok. Já, þetta bara... Býtu, já, þeir þurfa þá melee 5. Ég er ekki fan af þessu pickið úr bjónu, sko. Þannig að spila á móti, ok, tökum það saman. Það er, Pop er góð á móti þessu hetju bara, þú veist, mattstöflega, bara ógeðslega mikið spell damage og getur jump á hana þig. Weaver er, þú veist, ég held kannski að þetta sé 50-50 með Weaver því hún er náttúrulega með silence á hann. Ég held sko... Hann vissulega getur komist upp að þér. Já, ég held samt að, sko, kannski í mid-game á Weaver öðvöldara með það en þú veist, late-game og ultra-late-game þá dró bara að fara að fucking flengja Weaverinn, sko. Já, ég sé það alveg fyrir mér. Hann pírsar armorinn og er með silence á og svona og Weaverinn þarf að kaupa sér, þú veist, dispels og þú veist, getur ekki farið í Linken's eða eitthvað þannig, þú veist, þá er, þú veist, þeir eru bæði með drá og shaman, þannig að hann þarf að velja Já, hann þarf að velja Linken's og BKB sem í þessum leik. Já. Já, ok, fair enough. En svo er náttúrulega Tuskin líka sem að, en ég myndi segja, já, kannski endakallar með mjög stört mid-game timing á móti þessu dró, en þeir eru sannarlega með mjög góðar hetjur til að halda basinu sinu húsi í late game á Gita Karri, þannig að... Já, og það er engar órahetjur heldur á, þeir þurfa, ef þeir ætla að spurninga mitt, þannig að er nýrpats, það er búið að nerfa allar órurnar basically bara smá, bara þú veist 10% nerf og allt, across the board. Og, þú veist, þeir getur farið í Darkseid eða eitthvað last pick á endakarlunum en já, svona, kannski, manni líður smá skringilega að vera að pikka eitthvað svona óraspammer akkurat núna þegar nýbúið að bara nerfa þann playstyle, sko. Ok, taka Pugnu, en sko... Spik Pugnu, ok. Hann drá shaman lane. Það er mjög weak, finnst mér. Já, það ljómar ekki. Ég held að það sé mjög auðvöld að rassa því, sko, sem offlaner, sko. Gæti þetta þannig ekki verið Pugnu 5 að þessuna? Ég veit ekki hvort... En það er bara ennþá meira weak, finnst mér. Já, það er rosa mikið bara poke. Ég meina, það er svo margir reynst... Ég meina, mér finnst þetta að vera sko bara, ég hef ándurs sjaldan séð betri Enigmu-leik til dæmis. Þú veist, hvað ætlaði að gera ef að hendakarlinn pikkaði Enigmu offline með Tusk? Já, Enigma væri helviti gott hérna. Með Tusk, það er bara game over, sko. Líka bara, Timberinn er ekki með neitt obvious counterplay fyrir Enigma, hann er alltaf að fara að vera svona framalega í teamfightinum. Sko, ég veit, beginner alltaf að spila aðalega bara þessar melee strength og sér Darkseid, skilur við. Darkseid? Chaos Net, ok, það farið greedy. Hæ? Veitu þið? Ok, það er Hangdati Weaver Karri á og CK offlaner, ok. Ok. Já, ég var ekki að búast við þessu, sko. Ok.
Hvað gefur Chaos-netina? Hann gefur náttúrulega meira svona single target burst, En meira ég meina, scale inn í late game, hann er góður að drepa hetjur, hann er ekki góður að enda leikinn, þannig að en þurfa er single target burst, ég meina, þeir eru með Weaver Quop og sem já, Tusk líka til ég að veit parast þetta, með. ég er mjög surprised sko á þessu, það er líka Já, talsveit mikið illusion clear á Radiant, já, ég meina, Timberinn, þú veist, Timberinn, Sheka á móti, Sombra sem er, já, illusionsnir Sheka á og, móti Underlord er versta matchupi fyrir Sheka. Það er eina mm, offlane hitsa sem virkilega counterar hann. já, ég Síðan er, ertu með mid Timber sem á að vera brjálar í, þú veist, Timber og Underlord eru sterkastar á móti Sheka í midgame, þannig að hvað ætla beginnir að gera í já, midgameinu sem offlaneir einskilu? Ég áttum ekki alveg á ég þessu. skil ekki alveg, já, ég er svolítið ég er sammála, Mm. þetta er skrítið pick, mér finnst þess að það hafa bara kannski er þið bara að pæla eitthvað svona, þeir langar að peka hiti sem að kemst náða close distance með draw, Já, en ég þetta meina það, heiti hann, ég veit ekki, kannski, þú veist, Sigga hefur sko, karið á ótrúlegustu leiki, sko, en, ég meina ef að Underlordin á erfiðan leik já, og þú veist, og ef að Gústi nær eitthvað að skóla skossa til á já, middinu, þá kannski er þetta alltaf læg, skilu, því að, þú veist, dráin getur ekkert pressa náttúrulega í leinu og ekki heldur nei, ég veit, sjaman þetta er að bara pugna, þannig svona að kannski mun single hann, target jump heti, sko, bara, sem að, ok, kannski hugsaði bara að við erum með nóg eitthvað svona já, teamfight út, en ég er bara, til að vera alveg heiðlegur, ekki fan af þessu pikki, sko. Ég vilja bara einhverja offlane reynseitu sem parast með Tusk sem á bara getur turna og getur leinið, sko, þú veist. En síðan alltaf fyrir eftir líka bara hvað leikmennir spila, sko, já, það er ekki hægt að pikka hvað sem er. nei, ég þetta er spennandi, ég er spenntur að sjá hvað, svona, Mm. planið með síkjænum er og hvernig þetta mun spilast út kannski sérstaklega í midgameinu. Ég held að þetta leikur verður svolítið decided. Ef að Kitty Curry fær allt í lagi lane þá held ég að það verður með svona meira stable draft skilur inn í mid og late game bara, þú veist, Underlord kaupir orur, Shaman kaupir blink, Pugnan á að hýla, Timberinn sem á að góða inn og gera chaos og dróa á lemmi byggingar. Þú veist, svona, þetta er mjög, þú veist, það er mjög Já. skýrt svona á þeirra leið hvað er að gera meðan að þú veist, Mhm. endakallanir eru meira svona, ok, við viljum unna lane-in og reyna kannski snowball eitthvað advantage. Þú glemdu kannski að koma inn á það að Leifbjörn Helgi er þjálfarinn hjá Kitty Curry Já, og einmitt. Moisla er þjálfarinn hjá Hendaköllum, þannig að kannski tengist þetta eitthvað þjálfur líka að þú veist Moisla fyrir frekar í eitthvað svona unconventional dæmi sem að gæti verið geggjað eða gæti verið disaster. Já, ef það er fætina, Jelly situr nýjum það nær að trappa Timberinn, en það er spurning hvað sem mikið gerir. Hann er söklaður, Jelly fællur Já. first blood, er eitthvað treytina, Hungdati er komin í baklínuna, það eru allir saman á Kitakari, Cromwell er low, þann fellur, Húti er næstur á dagskrá, sínist mér, eiga er nót til að chase hann, það er stönn í búið hjá Beginner. Þeir eru hins vegar að droppa frekar mikið, það kemur stönn á Víver. Víver, Ok, nota stikkið sitt, ok, þeir eru að treyta á, kemur blóðgreina, og núna er Pögnadöður. svakalega Víver damage, ennþá, hann 1 deyr. kilo Víver, já, ok, þeir eru allir að fæta hérna, þetta er svakalegur fætmaður. Vektor núka bara 1 gæja, Holy shit. Súlandir er lifandi en þá Beginner á ekkert enga spels, Kuti og Túra eru bara klínan að fæta upp held ég. Nú er Cromwell komin aftur, hann er bara Núna að þá taka bara að fara í Súlandir held ég. lane, sko, það er ekki Já, fyrir að teista meira ég hérna. held Nei, að ok, þessi býttu. Beginner þarf að deyja hérna sko. Þú veist, hann þarf ekki að típja á lane með dót sko. Þú veist, Já, hann, já, ok, já, þeir hefðu ok, aldrei- Jelly ég er held mættur að það hefði aftur, Jelly ætla að drepa Kuti, ok. ok, sko, Ragnar er mætt aftur. það hefði verið 10 sinni meira vörð fyrir dráin hérna að tepja bara í lane og láta Chaos þetta lappa í base, skilur við. Já, Af því þeir að hann koma fær, báðir fullur á lane aftur, þannig að, já, ég held að, þú veist, hann hefði unni lane hérna, hann fær frítt wave til að byrja með og denial wave hjá Chicago, sko. já. Þannig að já, Þetta er betra fyrir Sigga en núna held ég, heldur en já, þetta langaði. miklu, og líka ná að drepa dráin, sko. Já, Súland er sko, þetta rettast til honum að hann er á þessi bottle, hann er bara komið með það, þannig að hann er fine, to be honest. Cromwell er samt alveg að refsa honum með það. Hann er að lemja hann í stöppu. Hann byrjaði að leina með hérna dótnum. Ok, Ég með þarna þess að já, afsakaði að heyri í mér borða, ég er að borða hérna. double melee offline hjá endakálunum á móti double range. Þetta er sannlega 2 góðar heitir til að closea distance á móti Pugnu og Throw, en það er alltaf að geta póka og tala um mikið. Já, Pögna fór
Með dráni, ok. Á, Getur fundið áhugaverð. hérna pögn, nei, Jelly missir sértunum. Það gerst takk. ekkert meira. Beginner þarf smá svona, ef hann er að finna út úr region-málum á þessu leiðinu fyrir sjálf sig, þá held ég að hann geti átt góðan leik, en já, það er bara að kaupa nóg af tangos og eitthvað út held ég. Það byrja bara, það var level 3, sérstaklega 4 og 5, þá lægstu það bara svo mikið, sko. Já, þetta er góða pögnina, mjög gott góð hérna, fullt af creepum, Já, steinfellur, Beginner finnur tækifæri og tekur það. Hann er að spila mjög vel á CK actually, ég er að horfa á hann, þú veist, hann er að gera í rauninni nákvæmlega það sem hann gera, bara púla skrýpinn aftur eins mikið hann getur og gefa þetta svona opportunities. Það er það að hluta mig að vera að hringja mér. Ég elska Beginner. Já, þetta var hljóðlaus kastið það meðan Bergur talar í síma og ég er að borða. En sko, já, já, ég veit ekki, mér líður sko eins og bæði draft hafi svolítið byrjað að fara með draft í einu áttina og það leit bara vel út í páðan, en bæði þessi last pick voru eitthvað smá skrítin finnst mér. Þú veist, það er pikið pögnuna frekar en bara eitthvað omni eða eitthvað með drá. Og sem svara að henda kallar mig C-kópi, minnst það bæði last pickin tóku draftin í allt aðra átt en þau byrjuðu með einhvern veginn. Við spilum hjá Jelly að blokka púlið. Og Súlandir, trónir, langefstur í lastutum. Með 2 veif fleiri heldur en Timberinn. Það er með þér. Mhm. Það er góð og dróðandir. Já, dróðandir. Beginner að óna hérna. Pögnar er ekki að fara á honum. Og já, saman fellur topp líka. það er hún, já. Hundurinn minn horfir á mig út í glugga eða eitthvað að væla. Já, halló. Þú kom inn. Veit aðeins, ég aðeins kemur smá. Shaman fellur aftur topp. Náttúrulega Weaver og Jackir og báðir er frekar góður á móti Shaman og þegar erum með, þú veist, AoE dæmi til að klára hann af eftir að hann breytist í hænu. En já, so far sko dráin samt yfir CK-num í last hitum. Selir. Já, Selir. Jæja, þetta gengur ágætlega fyrir endakarlana finnst mér. Já. Svo lendar að fekk upp double bounty hérna. En já, Cromwell er svona alveg eitthvað lane samt og að
koppin sé alveg vel á undan sem er. Já, bara fínt, sko. Hoppum við aðeins meira XP en, þú veist, Timber hefði getað komið miklu verið út úr þessu leini, sko. Já, En koppin náttúrulega lægir ekki að pressa hann almennilega svona snemma, sko. nei, en Á hann er undir komið venjulegum allt í kringumstæðum. núna, kannski er eitthvað svona möguleika að killa ef hann er að hérna, holy Holy, moly. já. Já, þetta er maður sem að spila Timber fyrir hana. Ég held að hann hefði dáið að hann hætti úr Twisted Chakraminu líka, sko. Já, kannski. Þetta er rosalegt, þetta er svo frustrating að spila á móti góðum Timber-spilum, þetta er svo Já. góð damage, sko. Ég ætla að horfa núna á Skossa. En já, Hung Daddy er hæstur af sideline korunum. Þannig að hann er mjög næst leið, fór í Falcon Blade og er að rusha bara gleifni. Já. Heldur að við sem að fara að sjá eitthvað svona, þú veist, þetta er literally first pick of Underlord, sko, sem að var svona, þú veist, hitjan sem að var held ég mest hört á þessum Aura nerfs, sko, þannig að ég er eitthvað svona, ok, ég minnst þess að nýja patchin sé ekkert eitthvað Nei, ég það mikið coming into play-ina. Ósamanlega, sko, að það var ekki nerfaður eiginlega neitt, sko. Já, en þú veist, ég er að tala um bara allt sem að, þetta intended nerf var, þú veist, allt sem að áttar að vera nerfað, samkvæmt þessum numbers, er dót sem að hann kaupir, skilur við, þannig að... Já, en samt, sko, ég meina, sko, Arcane Boots plus 100 gull, það er náttúrulega, þú veist, jú, það er frekar vond, skilur við. Þú veist, bara ef það er einhver hitið sem að er mest affected á öllum þessum nerfum, þá held ég að þessi, þú veist, kannski Sun King, en... Sun King var miklu meira nerfað heldur en Underlord, sko, því að, þú veist, við hittum það sjálfa og bara nerfaði eitthvað duration á Atrophy Aura sem að vanlega finnst mér hún ekkert, þú veist, það eru auðvitað næs að hafa, en... Það er smoke toppaði, en það er engin Weaver í boði, þannig að þeir ætla að drepa bara Vector, kannski, Weaverinn mættur, þetta er smá erfitt kill samt, þeir þurfa eiginlega að fá eitthvað... Þetta er mjög erfitt kill, sko, hann er líka level 6. Já, hann er undir turnum líka, ok, þá ætla þetta að fortseta, hann er með mikið damage á Cromwell. Ó, hann hittir einskirpið óöfinn, hann hlipur á hratt á lífum. Já, hann líka núkaði, hann allt creepið, sko, þetta var eitthvað smá disaster. Nú er góð á Cromwell, hann er svo mikið damage, Shelly... Shelly er kuldan í smá, þeir verða að reyna að gera eitthvað damage á meðan hann er frá Ó, hann átti stikk, hann notaði ekki. Já, hann hefði ekki törnað hana. Já, annars hefði hann fokkið drepið á, sko. Já, það var eiginlega disaster góð, sko. Já, smá líka, þú veist. Á, þetta er svo mikið despair eitthvað að ganga Weaverinn, level 6 Weaver undir turninum. Já, það er rétt. Þú veist, ok, Kvop, sko, var ekki með neitt mana, þannig að, en ef hún hefði verið með mana, þá hefði bara ekki átt séns, sko, ef hann hefði típjað inn með spells að góða saman aftur, hann er stendur. Jelly vil meira, en ég held að þessi ekki var að drepa hann á Underlord. En já, sko, Underlord, að það tölurnar á... Basically, ég er ekki að segja að Underlord sé léleg núna, ég er bara að segja að, þú veist, patchin, skilur, intended effectin á patchinu var að nerfa Underlord. Jú, það er rétt. Fólk er, skilur, ennþá að firstpicka, þannig að hversu mikið gerði þessi patch laga metaði, skilur, pælingin. Já, sko, honestly, mér finnst patchin ekki hafa breytt neinu nema Sun King. Það er eina. Það er góð aftur top, og Cromwell fær kill á Jelly, sem að er fínt fyrir hann, en samt midturinn er að fara að vera lamin af katapulti, þannig að... Já, mitt. En ok, hann hleypur bara middun og það fara þannig að, kannski... Já, midturinn er alveg samt komin í hátt, sko, þetta er svona... Toppinn er smá að fá eitthvað frýtt spil núna. En svo, sko, Underlord, Shadowmon, nerfaðar hedgjur, það eru samt hæstu vinnir hedgjurnar á Dota 2 Pro Tracker. Underlord og Shadowmon? Já. Já, nice. Þó að þeir hafa verið með eitthvað intended nerfs, en Sun King fjall alveg í value, sko, því að þessi Sandstorm nerf skiptir alveg máli, sko. Já, það skiptir alveg mjög miklu máli. Að það er, sko, mínus 100 AoE, þú veist, fara úr 600 í 500 AoE, þetta er eitthvað... Þetta er ótrúlega mikið. Já, þú veist, það líka, sko, við erum að tala um að ástæðan af hverju þetta Bloodstone dót var svo gott, er að þú veist, það increased þar AoE 50 eða eitthvað. Já, þá verður þetta actually stórt. Já. Þú veist, Sandstormin er bara tiny núna, sko, og líka bara, þú
þú veist, -100 og ég er -200 range, skilur. Það náttúrulega er radius. Já. Þannig ok, ná killið hérna á Cromwell, já, Cromwell, ok. já. Það Gott að er, tveita hjá Jelly. já, frekar bett Og- fyrir Kitakari. Og hann fær rúnið hérna. Já. Nú er Koppin alveg búinn að taka freka mikið fram úr, hún er bara að fá kill og er bara að fá frífram. Mhm. Hann er á Einmitt. 13, hann er mjög mikið að 13 turn. Þetta er líka, það er erfið að þetta dró Kopp matchup, núna er hún basically með svo ógeðslega mikið damage til að drepa hann og er alveg að fara að vera það, þú veist, vel fram með Já. leikinn, sko. Hann deyr svona semi bara úr kombóinu, sko, það þarf bara 2 hittur, þú veist, 1 Tusk og 1 Kopp geta öll að drepa drófuna. Og hann er að Já. farma á fullu og hann er með Kaja og Regen, þú veist, þetta er svona, þessi Kopp er smá bara eitthvað að fara að turbo farma næsta Já. item núna held ég. Og það er líka bara Góð mitt. Gústi að spila hann, sko. Ok, næri byrgur þér. Það er törn. Illugur Vöfluvagnin, deyr bara, Illugur Já. insta deyr bara þegar Timburinn er hérna, sko. hann mæting. Það Er þetta kemur ekki síkja að bakka hérna? Það kemur Já, Hex, hann er dauður, sko. hann er steindur. Það er mæting frá Jelly en það er ennþá betri mæting frá Kitakari. Vector mætir líka, hann er með alla spillanir, hann getur törnað hérna yfir eldan. Þetta er 5 og 4 hérna mitt, sko, á Já, ómyndum. ég held ef að Víver mætir þá getur tekið hann að fight. Ég held ekki á móti full manna Timbur, sko. Þú verður að fá eitthvað. 20 seki ult og hvað. Já, þeir vilja fæta þetta, Víver er að mæta. Það er allt í boði hjá Vector. Hungdæti fyrir inn, hann er með alla spillandina. Það kemur geggjað allt í. Hóli ult hjá Elli Vector komið inn, hann nær punchinu áður en hann er tekinn niður. Það er ekkert allt í á Sólundir, það kemur til 5, hann getur ná stóri Sólundir í gaufinna, hann er með dótið sitt í gangi, hann getur jumpað inn. Hann þarf að ná nokkrum hitum með það. Vífur aldurs lífandi. Ok, nær einu killi, Víver Beginner lifir, deyr. Cromwell lifir, Súlandir er upp ennþá með Regen. Cromwell er ótrúlega low í miðinni en liðans er að verja hann. Hangdæti er inn á hliðinni, getur gert eitthvað en Súlandir verður að hoppa út. Þetta Shaman núkin eru of sterk Ok, fyrir hann. hann er... Ó, ég Bíddu, held ef hann hefði Cromwell- kastað búrkuna var hann dauður, sko. Bíddu, Ó, vá, hann En á andst. Cromwell, wow, ok. Ok, Þessi Jesus. fætt er allt og langur, ok, fólk er farið að típa hann aftur. Ég held að Kitakari sé ekki að fara að típa hann aftur. Meira Súlandir góður inn. Hann var með Regen en hann fætt líka, hann fekk svo fokki mikið líf Já. tilbaka, sko. Please, næstu til að respawna bara tipja á sideline, sko. Ok. En Já, hvað, já, ég veit ekki einu, sko. Timbur er Við komið sjáum blík alltaf ekki núna, sko. fighter í Holy shit. Jó, ég sé fighter cup. Þetta var hagstæðara fyrir Kitakari. Samkvæmt gulli, en það var hagstæðara fyrir hendakjarnar hérna. samkvæmt XP-inu. Ok, þannig að basically mjög jafnfætt. Munar bara 500 gullinu. Ok, það er eitthvað góðið aftur mitt. Þeir típja portalar fyrir aftan. Bitu, Súlandur Súlandir píkar inn. Patri. Já, hann er Bitu, með óóóó. eir á neðurvortinu maður. Ó, hann andus á því. Má sjá. Mhm. Death Summary. Það lukkaði hann alveg. Því ég sé ekki Killing Blow. Nei, ok. Náttúrulega Ég næja held- mitturinum. Það er góð innsand á Jelly. Jelly deyr. Já, ég held hann hafi ekki dáið að Deathwardunum. Það er bara 75 damage, sko. Timburinn var eitthvað þarna í honum líka. Já, Þannig að það var röglega blandað á tvennu, sko. En, rosalegt, rosalegt, þú veist, tímap í gangi en það bara á 15. mínútu fyrir hennar mitturinn. Það er mikið committað til að fá þetta rosalegt svona objective gaming í gangi hjá Kitakari. einmitt, þeir voru á nákvæmlega sama tíma í leiðina. Munar 1 sekund á þessum vortum. Junglinu. En já, það er líka Kitakari fá mitturnina á undan, sko. Já, Þó að þeir voru, þú veist, að tapa sínu mitturn bara Já, án þess að einmitt. hafa gert damage eiginlega á hinn. actually frekar impressive svona, þú veist, að þeir voru undir en þeir ákvað samt að fara í þetta 5-manna play, skilurðu. Þeir eru líka mjög sterkir, þú veist, þeir eru miklu sterkari fimmana heldur en, þú veist, að vera með Já, þeir eru, Ekavan að joina inn í counter svona early, skilur við. einmitt, ég held nefnilega að það sé rétt, sko. Ég held að þetta Shaman plus Pugna þótt sé sterkara í 5-5-um akkur núna. Sjáum veist- bara líka hvað Shaman núkin var að gera mikið, eða þess að CC var að gera mikið fyrir það. Já, líka bara Kitakari er með miklu meira, þú veist, spell damage, skilur við, sem að skeilar ekki með itemum, en hendakallinu þurfa items til að skeila. Það er timelapse í bóði og Hann beginner er timelapsar, mættur. en hann er bara dauður. Það vantar damage hérna. Bitu.
Wow, Ó, sjúklega tæpur rétt maður. sem kemst út, Droppa já. alltaf drastlinu. Vektur að mætur. Ég veit ekki hvort sé að fara að gera stundina. Ok. Þeir góður inn Cromwell. Það er mæting. Beginner er líka mætur. Það vantar svona Bopp hérna. Bopp er að hlaupa. Þeir getur kannski komið eitthvað clean up ef að Jelly og Co lifa. Cromwell er low. Cromwell er fallinn. Já, þeir eru búin að missa 1 fyrir 1 hérna. Það kemur 2 manna stórt heal wave. Það eru supportarnir eru isolatorinn að hægra meginn. Þeir eru ennþá go inn. Þeir eru alveg sama. Ok, en þeir eru stunduðir núna, sko. Hangdað ég mæta, já, þetta er alveg... Ok, sko, ég elska hvað þetta Kit Harington er committed í move-in sín, en þetta er líka svona, þú veist, þarna var bara svona, ok, bara við mörsurum þangað til að við dauðum, sko. Já, á einhverjum tímapunkti þarftu líklega að bakka úr fight, sko, sérstaklega ef að... Held eftir að þetta Cromwell go var svo ótrúlega dýp, hann var bara að halda áfram, þú veist, það er eins og hann sé ekki með neitt baktaka á lyklaborðinu sínu, sko. Nei, bara klassískt Timber líka, eftir að þú ert búin að blinka inn og hvað það er að gera, skilur, eftir það. Planið hans verðist vera svolítið núna bara, hann Jelly finnur hann eitthvað, hann fyrir aðeins út, já. En þú veist, þetta er svona, ég get sagt þér ef að Yngvi væri að spila hann Timber, þá var hann væri alltaf ready að blinka út, sko. Já, mitt. Ekki að segja það sé eitthvað betra endilega, skilur, en bara svona mismunandi spilarar eitthvað neginn. Og með orkið á beginner, en það er svolítið erfitt fyrir Siggi að spila inn í þetta 5-5 dót, sko. Þó hann sé að eiga, þú veist, hann var að eiga ótrúlega góðan leik og nú er hann bara að eiga svona ágætan leik. Já, einmitt, þú veist, hann mistið mikið momentum og koppinn... Það er góð hérna silence á Cromwell, hann er steindur, ok, fá actually pick hérna, þannig að það pay off að hanga hérna allir saman, veit. Við sjáum hvað, þeir eru miklu betri í þessu pick-off-dóti, handakallanir. Sko, einhver var að leiðrétta mig í chat fyrir að segja ekki hendakallanir, en það er bara, ég er smámæltur, þannig að hendakallanir er rosa erfitt að segja, eða þú veist, það hljóma bara eins og hendakallanir. Hendakallanir, já. Já, ég segi líka bara hendakallanir, sko, ég meina það. Það er erfitt að rýbranda þegar rýbrandi er að bæta við pínlitlum staf fyrir framan sem það gefur ekki frá sig mikið hljóð. Það er rétt. En jú, hendakallanir. Ég veit það næst. En já, bara hendakallanir virðast vera með leikir núna. Ég veit ekki hvernig er alltaf stoppa hann kopp, sko, á þessum tímapunkti. Já. Hann er ekki eins og að fara í, sko, ok, reyndar, hann er að queue upp AG, sko, hann er ekki með Jules eða Big B. Nei. Þannig að hann, þú veist, deyr í einu silensi eða einu stunni frá Shaman plus bara Timber að blinka á hann, sko. Já, er það núna samt að hann er komið með þetta Kaja Sand og Sengtalandinn, hann er alveg með 2 stafli, ég veit ekki, sko, hvort hann deyr, en... Nei, náttúrulega, sko, drá silensi er 6 sekundur eða eitthvað, þú veist, það er bara 3 sekundur núna, en þeir eru með alveg... Þeir eru definitíli með nóg af dóll að sé síðan, sko, ef hann er, en mér finnst þess að hann þurfi ekki mögulega að vera, að hann er alltaf að fá, sko, að joina fætana, þú veist, þegar þeir eru byrjaðir as of now, hann er alltaf að mæta inn. Já, það er líka hvernig þú vilt spila koppa alveg er að, þú veist... Já, ef að fætanir eru en ef að fætanir eru einhvern veginn að byrja, þú veist, Jelly er að starta eða hinn er að góða einhvern annan og svo mætir Súlundi bara inn með 2000 AP og spila við stilið sitt, sko, þá lukkar eins og sé mjög flókið fyrir að drepa hann. Það er það, sko. Ég er alveg að tala um mitt ef hann er gangaður eða eitthvað, þannig að... Já, hann er kvart á þetta, basically. Þeir eru að spila hann svo mikið saman núna... Já, ég held sé alveg rétt move hjá Súlundar, sko. Þú veist, persónulega myndi ég eiga Dispel bara til öryggi, sko, þegar hann mun ekki deyja bara á Shaman-stöðunum. Hann deyr ef hann er silensaður líka. Já. Hann er mitt, en þetta er svona basically greedy version af þessu buildi, þú veist. Dragon er að spila stilið og svo það er gótt, þeir ná beginner, ok. Já, erum við blinkað saman, ná pick-off hérna. Já. Heldur samt að, sé ekki með nægan tíma til að, sko, drefa hann turn áður hann að CK spawnar. Jump inn frá killíni hérna. Já.
Ok, þeir eru alltaf forsa turnin, þeir eru að glyff í bóði, Warden eru komin niður, Dró er alveg orðin komið 2 item, þannig að, en þetta er smá awkward, þeir þurfa að tanka með ykkur í hetju helst. Cromwell er að póka á með damage, CK er að spóna, það er komið glyff aftur upp. Það er Hungdaddy bot, hann á TP samt og hann er með mjölni. Ok, Vector poppar á eldinu til að verja þetta. Það er eldur og ís hérna til að verja toppurinn hjá hendagölunum. Já, nákvæmlega vinstri. The age is silent, sko, í þessu hendagallaliði. Já, ég er búinn að æfa mig í spænskunni, sko, þannig að ég byr ekki lengur fram að há. Ok. Það þurfa eiginlega að vera að bæta við jóðu fyrir framann, svo ég segja hendagallin, sko. Já. Já, spænsku hlátur, takk. Þannig já, Underlord og Drá eitthvað að splitta þessum triangle var ekki mjög efficient. Nei, Dróin vill fá að vera. Það er ein helst. En já, það er 10.000 network á hendagallunum. Þrátt fyrir það að Kitty Carry séu þeir sem voru að mega senasta aggressive move-ina, þannig að... Já, hendagallin er líka bara að skeila miklu betur, þannig að þeir eiga, held ég aðeins öðuldra með að vera eitthvað, ok, við getum farmað þetta í 5 mínútur, síðan tökum við Rósu og förum high ground, skilur við. Þeir eru með miklu earlier timing á að fá næstu 1-2 items heldur en Kitty Carry, sko, Dráin þarf 3-4 items, sko. Ég veldi mitt fyrir mig, sko, hvort að double BKB á endagallunum sé smá tíminn þeirra til að vinna leikinn, sko. Já. Þú veist, beginner, þessi CK bara með orkið og BKB er alveg að fara að gera mikið ork, held ég, í tímafættunum. Og Weaver líka, þú veist, hann er með mjölni, sko, hann er bara að fara að setja mjölni á annarkvort Zoolander eða beginner og lemja. Já, en þeir eiga, sko, þetta er samt pínu hættulegt að enginn af þeim er að fara í eitthvað svona defensive item núna, nema náttúrulega, þú veist, BKB á Chaos Knight, en þú veist... Tusk Blinky náttúrulega, það er svona alltaf þetta save, en hann er samt líka svolítið gæinn sem er að byrja að fæta næra, þannig að... Það er auðveldar fyrir Chaos Knight en að lifa í gegnum þessi silence og stun heldur en fyrir Quap og Weaver, skilur, þannig að það getur alveg verið mjög hættulegt ef að Kitty Carry ná einhverju smoke play á það og... Já, algjörlega, talandi um það, þeir eru horfnir í smoke play og það er Hungdaddy hann að farma í hútsja þeim, þannig að... En þeir eru nálægt, sko. Já. Þeir sjá Tusk hérna og byrjuðu þeir allir Quapin... Já, það er turn hérna, þeir geta joina hann fight mjög easily, þannig að þeir þurfa að drepa hratt, Sjáðu Quapin. Oh my god. Holy shit, ok, já, hendakallin er að fara í Rose bara. Þeir ná andis að dodge þetta og... Oh my god, hvað er þetta? Þeir dodge þetta bara óvart. Ok, það er finna Weaverinn. En er það með nótluða? Já, ok. Ok, það er þetta worth it, definitely worth it. Og þeir eru alltaf Rose, ok. Gott play, honestly, mjög gott play. En Rose fyrir upp eftir 4 sekundur, sko. Já, það mennar. Já, Vector er mættur hérna til að verja, ok. Nei, þeir henda mér wardum. Ok, það er bara að stunna þetta er smá fail. Enginn sem horfði á klukkuna. Og allir rafitsaði Allir að stunna sig á Rosan. Holy shit, bitu. Ok, þetta er að fara disaster, sko. Vector er búið með stunni sitt samt. Beginner er hérna, hann getur dreigið eitthvað niður. Þeir þurfa að setja niður spellamaður, let's go. Oh my god, við höfum hann að koma onni hvað. Þeir fóru líka allar á saman tíma. Þeir eru búin að poppa pípunni, þeir þurfa að gera eitthvað meira damage eða ætla að vinna hann fight. CK er hexaður, hann er með BKB, hann góður inn. Kittlíni er í klandri, þeir eru allir ógstlega lóðina. Dróin er bara standandi við hliðina á CK, það kemur buyback á Jakiro, hann TP-ar inn. Timberinn er ennþá eftir. Timberinn er eftir, þegar hann inni, en vill hann góða inn í því, ég held ekki. Það er buyback Underlord, kemur inn, Bjarkir í klandri hana. Núna kemur fucking Timberinn. Cromwell er samt stönnaður, Hungdaddy er að taka mikið damage, hann á inn í timelapse, en hann verður að koma sér úr þessum fucking pit of pain maður. Út með þeim maður. Geggja save hjá Jellyfish. Wow, ok, hvílíkur bardagi maður, Jesús Pétur, en hvað þetta var mikið disaster byrjun fyrir bæði liðin. Holy fuck, nei gauður, þetta save sko. Jelly að bjarga leiknum hana sko, og sem deyr hann var komið inn við sko, en já, það var mjög sannarlega klúts. Já, en
Timberinn með AOE damage, sko. Já, var hann með eitthvað spil? Ég sá þetta ekki alveg. Það var bara alveg að fá spiluna sinni. Já. Þetta var mjög klöpp, sko. Ok. Já, endakallin fá vinn hana og taka Eidís líka sem að og Dæbak hjá Endurlút. Hann slottið mettaður þessi hérna pilurskotta. Bæta líka við, sko, 5 skalli í netto lítið, endakallinir. Já, einmitt. Ok, en að samanskapi þá, eins og við tölum í dröftunni, þá Kitty Curry alveg tilbúinir að verja high ground situation ef að hún eru settir í þá stöðu. Já. En það svona, þú veist, það náttúrulega hættulegt að vera að spila í basiniðinu þegar hinni gæðin eru með 3 karja, basically, eða þú veist. Þeir þurfu að nýta svolítið Pögnu og Underlord núna til að vera að splitta mappið, sko, þú veist, bara standa í trjánum, henda spellunum sínum inn í creepuði, skilur, til að halda svona lanes, pusha þeim út og reyna að fá hendakarna til að vera elda á eitthvað elda afhendalust, svo að dráin getur fengið eitthvað smá tíma til að vera alveg í hetja hérna, sko. En þú veist, in theory, ef allt fyrir hakk núna fyrir Kitty Curry, þá einmitt, þú veist, Kvopp mjög hröð að farma, Weaver með Mjölni mjög hraður að farma, CK mjög hraður að farma bara on its own, sko. Mér finnst að Jakiro góður pushleins þegar hafa rosa mikla möguleika að outscala ef að hægist á leiknum. Já, allan daginn, sko, það er bara ekkert annað í búið fyrir Kitty Curry, sko. Við verðum að bara draga leikinn út. Já, þeir hafa ennþá triangulinn sinn og Dró ótrúlega góð hetja í að fara, þú veist, langt inn í leikinn, sko. Já, það er sem ég segja, sko, ef að Underlord og Pögna ná að halda leiðunum pushum út, þá fara hendakallar að reyna að finna og finna á ekki endilega þegar þeir standa í trjánum og eitthvað. Og meðan fær draga eitthvað smá tíma til að verða alvöru ógn fyrir hendakallarna, sko, því að þeir geta ekki... Þetta er 2 smókar, ok. Ok, það er 5-on-5 smók. Þeir eru graðir. Ok, en Beginner með high ground, þeir komið blinkar inn, hann með BKB, hann poppar BKB-inu sinni, hann punchar í loftið. Jelly að koma sér út, Beginner BKB Báðir BKB wasted, sko, já. Beginner að falla hérna, hann að fara að deyja móti Kuti. Þeir eru að fá eitthvað treyt hérna, Bitu, ok, Timberinn fyrir inn. Hann vessulaður, hann var að bakka. Hungdaddy að deyja hérna, Hungdaddy búinn að poppa eiginsinum, kom vel í döður hann hafði ekki buyback. Nú ætti það að vera easy clean-up. Gegn Sonic Wave. Þeir eru með Hungdaddy inn, Kuti alveg að deyja, Jelly rúlar inn. Saman, en Pögna deyr. Byrju, hann næri ekki dráunum. Jú, hann deyr, fuck. Ok, Hungdaddy nær honum. Og næri líka. Þetta er smá disaster. Já. Ernir, kólaða það. Þetta var... Ég ætla ekki að vera leiðilegur en þetta er fucking búið, sko. Þeir voru ekki með alveg nógu mikið bensin í hennan fætt, sko, á Kitty Curry. Nei, það er líka ansið vont, sko, fyrir Timberinn sem að blinkar inn í ekkert vision bara þegar smoking breakar, skilju, og ég skil það. En það er rough sem Timber, sko, að þú býr ekki upp á neitt CC, þú veist. Nei. Hann er að blinka blindly og vonast til að einhver gæði standi það sem hann blinkar og hann næri bara stann einhvern veginn. Hann getur ekki búið upp á stönn eða eitthvað eins og Shaman. Þú veist, Shaman hefði þurft að standa fremstur og blinka og hexa. Eða bara eitthvað, þú veist, spróf Tidehunter eða eitthvað og þú veist, það bara blinkar inn, ok, það bara CC mig, ok, með Kraken-Shield, skilur. Já, mitt. Það var náttúrulega með BKB Timberinn, en hann býði bara ekki upp á neitt CC og liðið hans var bara hálfu skrifað á eftir honum. Núna líka þetta komið að þann punkt að, þú veist, Weaverinn með BKB og timelapse. Kvoppinn með ógeðslega mikið spellaði til og 3000 líf. Og CK-inn með BKB, þannig að, þú veist, þessi fætar eru alltaf að fara að vera 10 sekundur plus. Já, einmitt. Og þú veist, Timberinn bara ekki með nóg mikið speldamins til að enda fætinn. Þú veist, hann vill svo mikið taka út bara eina hetju strax og vera að spila með advantage. Þeir eru bara í það tíma að reyna að smóka og gera eitthvað play, sko. Þú veist, þeir þurfa bara að púsa út úr leinum og farma, sko. Það er bara... Já, þú veist, þeir eru búin að reyna... Ef að endakallinu væri ekki 5 núna top, þá kannski væri þetta eitthvað, en... En þú veist, þetta er í þriðja eða fjórða skipti sem þeir reyna að smóka 5-7 og gengur aldrei upp fyrir það nema bara eitthvað disaster. Já. Þannig að, þú veist,
meðan að botti pushað inn á þeirra mapp, skilur, þá geta þær ekki verið að reyna eitthvað svona play, sko. Ég hvort ég vilji fara í hann top fight. Ég held að það sé betra fyrir að bara fæta í beisinu. Já, allan daginn. Þessi Þetta er tilbúið fallið. lengur duður og það er sem spjáða núna. Núna er það að fá, sko, inn creepwave bot, skilur, inn í þessi líka. Já, Timber er allan mættur til að svara þér núna. Já, Timber er alveg með creeps. Það er flott. Jelly kom með Axe, þannig að hann er tilbúinn að gera eitthvað Ruffalo stöf. Já, mitt. Jelly er búinn að spila mjög vel í þessum leik, sko. Hann er mjög til í að taka allt farmið frá 5-munni. Já, svolítið. Hann segir bara við hann ég er fjarki og... Ég þarf fleiri items og Axe Blink er ekki nóg. Axe, Blink, Vessel, ekki nóg. Mér langar í Boots of Trowels til að farma meira. Já, ég veit. Octarine mætast, Boots of Trowel, takk. Alveg Rixu Gaming. Hell yeah. En já, beginnir ætlar í Manta, þannig að hann ætlar í að spella eitthvað dót á sér. Bro Silence, Bögnadót, Timber, Deepa við. Já, það er hann ekki bara að fara eitthvað aðeins meira sem svona utility dæmi að hann er að spila offlane, bara nullifæri eða eitthvað. Nullifæri var alveg gott, sko. En náttúrulega Manta er náttúrulega gali item á Chaos Knight bara yfir höfuð með þessu faceti, sko. Þannig að ég er ekkert að dæma, ég er bara að pæla að, þú veist, Já. það er svo langt sem ég sá Chaos Knight offlane, sko, þannig að ég veit ekki alveg... Já, en þetta er bara sama dótið, sko, basically. Það er eiginlega litlir options að byggja eitthvað svona utility, einmitt, nema bara Blink og Axe og þannig dót. En ég meina, Chaos Knight getur alveg byggt eitthvað utility, hann getur byggt, þú veist, Halberd og hann getur keypt Nullifier. Já, en þú veist, og líka bara Shadowblade sko, en... Shadowblade fyrir betra positioning eða eitthvað, sko. Jú, algjörlega, en þetta er samt allt svona dót sem að þú myndir alveg svona líka eiginlega kaupa á Kari, þú veist. Það er ekkert svona eitthvað Aura eða þú veist, það er ekki Three Bloods eða eitthvað. Þú getur keypt AC og þá getur það að fara high ground og eitthvað svona. Já, og þess að ég bara pæla það, þú veist, kannski öðru þessu með Wraith King Carry eða eitthvað, sem að ég er svona ekki super carry, en þú veist, Weaver er bara, þú gerir ekkert nema damage, sko. Já, þannig að oft er svona utility líka sem CK bara að þú getur jumpað inn, starta fæti og lifa, þannig að veist, fólk fer einmitt í AC, Hard, eitthvað svona dót, sko. Já, einmitt Hard eða AC, persónulega myndi ég kaupa þessari stöðu, sko, en annars Manta er líka gott að þeim fullt til að dispela og pusha waves og gott með fásetinu, sko. Það ég er bara velta steinum, sko. Það hefur alveg verið, þú veist, það hefur alveg verið þing að fara í Octarine, hvort þess að heiti, sko, í gamla daga, en ég hef to be honest ekki spilað náðu mikið eftir að faseting kom, þannig að Octarine, Axe og Stóra Blinkið og jafnvel sko Sivas eða verið mjög bold, sko, er alveg dót sem getur virkað. Þannig að Axe í þessu leik býður ekki upp á það mikið, er það, ég veit það ekki. Nei, ég held að Axe er ekki gott í þessum leik, sko. Það er ómikið eitthvað random AoE damage. Já, ég meina Timberinn og Underlord, tvær klikkaðar hitjar á móti Illu, sko, þannig að... Og líka það bara, þú veist, Illu að Kvop gerir ekki neitt og Illu að Weaver er ekki jafn frábært og Illu að, þú veist, ég veit ekki, Drái að Lúnu, skilur. Já, mitt. Axe er nefnilega mjög gott, sko, stundum þegar þú spilur með AG-karjum. Sem er svona Illu's karjör, basically. Já. En, já, allt sem að, þú veist, allt item build sem að includa Blink og hérna stóra orkutinu, Bloodthorn, er svona late game one shot dæmi, sko. Já, mitt. Þú veist, þú ert alltaf með það option að bara vera fyrir utan, vera búinn að poppa allt í einu og svo að því að Cats reyndið svo ógeðslega langt á Real Drift, þá ertu alltaf bara, þú veist, jumpar inn, Real Drift alla gæjana á targetið, Bloodthorn stun og hann one-shotarst. Hann tók samt ekki, sko, pull distance talentinn á hann. Nei, þetta er bara það sem ég er að tala með þessu, þú veist, reyndið sem Real Drift nær í illusionir, þannig að... Já, það er bara eitthvað, er það ekki bara...
það er bara eitthvað 2000 range eða eitthvað, sko. 1200 eða 1500, já, er það svona langt, já. Eða, þú veist, ég veit ekki hvað er mikið, en þú En veist, það er alveg rétt, þú getur verið með, þú veist, þess vegna er líka Axið gott að því þú að Illusion séu allt í fætinum, þá bara strax var ég aldrei eftir að koma allir til þín. Einmitt. Og þú getur Já. einmitt verið fyrir utan baseið, jumpa inn og þú veist, góað og allar Illusionu koma inn með þér, sko. Það stendur sko á bildinu stendur teleports Chaos Knight and any illusion he has. Já, einmitt. Þannig að þú veist, það virðist vera að það drægi bara hvaðan sem er á mappinu, en ég get samt eiginlega ekki trúa að ég sé að þú veist, endalaust range. Nei, það er definitely range á þessu, sko, en það er mjög stórt, það er einmitt. Já, af því að ég hef alveg sendt þú veist, illus til að farma eitthvað lane og síðan labbaði annað og realdrift og illuin halda áfram bara splitta á, sko. Já. Eins og núna og sér að hann var að nota en illuin er ennþá að pússa laneið. Já. Það er gott að hafa Ingva hérna, Chaos Knight, expert. Já, það er loksins í Kid Carry að reyna að farma þess mappi og sér þú veist Hendekallir er ekki búin að bæta á sig nettur í núna 7 mínútur eða eitthvað. Skilur við, bara leiðu var hægt að fæta og eru bara að farma, skilur við þeir. Já. Þannig að það er basically jafna, eða þú veist, ekki að tapa meira. Já, einmitt, og þú veist, Drái núna allan að koma í BKB. En núna þurfa þær að lifa af þetta push sem er að fara ansi þungt. Það er, þú veist, hvað er BKB að fara að gera þetta Drá? Er ekki Hurricane Kickback miklu meira value hérna, þú veist, Drá hoppar á þig og Weaver og þú getur Hurricane Kickback tilbaka? kannski er það bara sko upp á að vera ekki jumpar á CK. Og náttúrulega Kýr og Stenni eitthvað svona, ég veit ekki, en... Já. Og, já, ég held líka sko eitt í þessu sem að BKB hjálpar ekki beint. Sko að Sonic Wave-ið er svo ógeðslega erfitt fyrir Dráuna. Þú veist, hann lendir eiginlega alltaf í þessu og þetta er bara þriðjungurinn á HP hans eða eitthvað. Næmitt. Já, þetta er 825 pure damage. Sem að piercear BKB sko. Já, einmitt. Þannig að það er, já, þetta er rétt tæplega helmingurinn af HP-inu á Drá. Já. Það eru svona basically búin að fá öll item sem þeir vilja kaupa núna. Það er Manta Orchid, blocking bara á CK, þannig að hann getur jumpað hvern sem hann vill. Port af Axe á Jakiro, Blink Axe á Tusk, þú veist, allir gæðin eru svona komnir bara með sitt timing held ég. Það er komið líka nullifær á Weaver sem er actually mjög value á móti bæði Hurricane Packinu sem er reyndar ekki til og svo Packinu náttúrulega. Já, einmitt. Og byrju líka, sko, hann ætti að geta nullifæð Crimsonin og Pipe af einu targeti, er það ekki? Já, en ég menna hversu miklu máli skiptir Crimson á 2000 HP Underlord þegar þú ert þessi Weaver sko, með alla með fyrir 300. Já, hann er að segja, skilur, eins og hann góðar Pagnuna og hann er með þótið á sér og þú veist, þá bara drifur hann, þá tekur þú bara það. Já, þú veist, þú getur nullifæð þú veist, barrieren sem það gefur í. Já, einmitt. Þannig að það er ennþá minni vörd fyrir supportana á Kid Carry. Já. Ok, nú allar þetta Illusion upp sem að ég er nú ekkert að fara að lifa mjög lengi það, en ok. Já, þetta er mitt máli með Underlordin, sko. Það veit að Jelly vill fara inn, ok, hann ætlar að pussa Cromwell aftur, hann fer aftar í... Ok, hann sleppur, já, hann á ennþá BKB líka á Cromwell, sko. Það góð hjá beginner á dróuna. Það þarf að nota bara til að lifa af, sko. Cromwell deyr með BKB hann á buyback. Ok, ná Tuskinum. Þessi Tusk náttúrulega er í rugglu, sko. Já, það er ekki ennþá komið Rax. Núna náður í, ok. Jump á beginner, en Fíma ekki bara ekki málum. Weaverinn gæti með stagesinu, þannig hann kemst út. Ok, það ná Weaver Aegis. Já, það ná Kjósnir. Það ná Vektor. Cromwell er að klárast. Cromwell er 1 innan núna. Cromwell er 1, já. Túra er komin að bergunum, en... Weaver er að 1v3 hérna. Já. Þeir eru að ná að halda sér á lifi, Kari. Hangdætt er búinn að nota úr. Já, Weaver er klandið. Cromwell fallur. Weaver deyr. Súlandi þarf að vona fæfa þetta. Og næra blink út ennþá með BKB, ok. En þeir ná líka... Byttu, eða hvað?
Já, Ok. á vektor. Og Mjög tappa bara góður- einu raxi. Já, góður fætt fyrir dróna, to be honest, sko. Það er svona ennþá jafn mikið Nattvort lít að mikka en sem, já, og grættu 5700 gull á svo Kitty Curry. Þrátt fyrir buyback timber. Já, einmitt, já. Og Ég held fengu að þetta sé líka, allt þetta nettur fór okkur dró held ég. Hann er komið með Hurricane Bike og er komið Já. helmingin upp í Butterfly núna. einmitt, og líka þeir fengu mikilvægt XP úr þessum fætt, dráu komin level 21. Já, Víverinn er reynda 25, sko, holy. Það er actually huge. Víverinn held ég er búinn að hitta á svo til píkið sitt núna, þú veist, hann er ekki fara að vera með jafn mikið, bæði var hann basically 6-blóðaður í þessum fight, að meðan að Draw Ranger var bara með 2 item. Þetta er finna Jelly hann í miðnægi. Já, og fyrir líka, sko, Víverinn, það er ekki nema hann, þú veist, Herru, komast allir út. hann er að kaupa Hurricane Pike, en, þú veist, hann kannski selur bootsana og kaupir, þú veist, Daedalus eða eitthvað, en, þú veist, Já, fyrir utan einmitt. það er hann ekki með mjög mikið damage, skilur, eða þú veist, hann er ekki með Daedalus eins og klassist á Víver og svona í late game. Já, einmitt. Hann er ekki með MKB eða Daedalus eða eitthvað svona bílað damage item, sko. Og þarf eiginlega að kaupa MKB fyrir eitthvað af þessum flottum, þú veist, selja boots og kaupa MKB eða eitthvað. Ég held líka, sko, Kvoppin mætti alveg kaupa bara Skadi og Chaos Knight, nei, Chaos Knight kaupa Skadi og Kvoppa kaupa Shiva, sko. Já, Healy er alveg að gera mikið núna. Já, svolítið, sko. Líka En- bara, ég held að það verði svo gott ef að Koppin nær, kaupir, þú veist, ef hann kaupir Shivas og getur actually byrjað að hoppa bara inn í miðjuna á þeim, skilur við. Já, en hann Með er PKB sitt og Shivas og... hann er að kaupa refresher, sko. Þannig að hann fær allan að 2 Já. PKB, en já, Líka bara, mér finnst það ekki að hann sé að ná að fully utilisa, þú veist, alltaf spella við stíl ef hann er alltaf, þú veist, ef það er aldrei moment sem hann hoppar inn í 5 og, þú veist, 4 og nær 4 manna Sonic Scream, skilur við. Eða Scream of Pain, eða whatever, fattur við. Þú veist, þú getur fengið svo mikið spellið þegar þú ert að hitta núgrunum þínum á margar hitjur í hvert skipti. já. Líka bara þeir komna með svo svakalega mikið hápjöríkja núna á Kitty Curry, sko. Pögnan er líka Pögnan er með Aeon disk, sko. Timberinn er Basically, þeir verða að jumpa, þú veist, Víverinn verður að ná þessum nullifier á pögnuna, Já, allan daginn, sko. annars er hann ekki að fara að deyja. Ég að Chaos Knight að, þú veist, ná stönn og orkið á hann og, þú veist, börst hann á hann að glimmerkipa og svona kjáta, en hann alltaf Já, með það er náttúrulega poppar Aeon Eonin. diskinn, þannig Já, að það er erfitt fyrir Víverinn að komast að Pögnunni, sko, nema að fæta sig út úr beisinu og hann kemst, þú veist, Einmitt. aftan. einmitt. Ég er komin Axel Sakiro, sko. Já, Jackin er alveg frekar jacked, sko. Já, ansi, sko. Og Alveg- Júls næst. Alveg að fá refresher og bæbakka á koppinum. Þannig að hann, einmitt, já, spara bæbakkið. Vel agaður, það er mjög gott. Einmitt. En já, það er ekkert svona, þú veist, Kitty geta alveg haldið þessari stöðu. Þeir eru komnir yfir erfiðasta partinn í þessum leikaldi, sem var þessi seinustu fight. Það er rétt, sko. Og eins og segja, þú veist, mér fannst þeir alveg gera það þess erfiðara fyrir sig en það hefði þurft, þess að þeir eru að taka þarna 3-4 5-man-smók í röð sem þeir tapa alltaf. Já, Frekar en að vera að pússa og delayja leikinn fyrir drá, sko. Þeir eru með pínu svona 4 protect 1 strategíu, sko. einmitt. Og svo náttúrulega líka, þú veist, ef þið eru 5 að smóka, þá eru þeir ekki að fara að ná að smókganga dráinn. Þá eru þið bara svona að fara að mæta 5-5 í Vesturvalli. Já, einmitt. En það er góð hérna. Já, já. Þegar beginner hoppar inn og nota BKB-ið sitt, ok, hann lífir þetta af líka. Og beginner deyt bara, já, núna er komið alveg damage frá dráunum. Heldur betur. Og, sko, hann á, Þetta var fínt, þetta var 1700 gull. byttu náður einhverju meira hérna, nei, Vektor næra
að tjúka til hliðar. Það þarf einhver að hugsa um base hérna, já. Hungdæti ætlar að lemja undir þinn, já, nær honum. Þið byrju ok, þeir góða aftur inn Hann top, nær Hungdæti er hérna. reynsöksinu. Ok, Já, næsli, næri. Velspilið á Hungdæti. já. Frekar dýrt. Já, líka, sko, þeir þurftu að nota glyphi í þetta líka. Já, einmitt. Það er DD á Súlandur, ætlar hann að taka þetta að gefa vívar. Ég held að, sko, ef að Súlandur tekur það og últar, refreshir og últar, þá nær það one-shot að drá, held ég. Ok, kannski ekki, hann er með 2600 HP núna að drá. En, byrju, ok, góða Underlord, hann notar BKB og timelapse, ok. Súlandur mættur inn, one-shotar Shamaninn, buyback Underlord. Cromwell er BKB, það er komin í halvt HP, það er refresher á Súlandur, hann góður aftur inn, hann með risa Scream of Pain. Holy moly. Nei, Sonic Wave minni. Og byttu dráin, þeir eru komin að drána. Dráin fellur, ok. Það er buyback pugna líka. Bara Engin Tusken er búinn að tæpur, fella og maður. bygginu ennþá að lifesteal í gegnum þetta. Ok, þetta var risa fight, sko. Og Já. Ég náði ekki alveg hvernig þetta byrjaði. nei, eiginlega ekki ég heldur, sko. Það voru eitthvað góða víverinn sem að lifir af með BKB, eða víverinn sem er góður á Underlordnar að drepa hann. Já. Hann er að fara í Satanic á víver líka. Það er ekkert buyback á Timber í 10 sekundur. Nei. Síðan á hann buyback held ég, já hann á buyback. Þetta er ekki til að pusha þetta meira. Viljum vantanlega fá næsta 80s bara eða eitthvað. Já, með fá buyback hjá drá og fara bara í 80s held ég. Það er bara rétt að plöfi. Við komum AC á Sigyn, þannig að Einmitt, já það mun hjálpa verulega við að pusha þessi building sko. já, ég held að það. Það hjálpar held ég ekki svo mikið að vinna fætinn af því að þetta svo bara er allt magic damage sem að dró sem að pyrsa náttúrulega armor með dótinu sinu. Þetta hjálpar samt smá sko, þú færð pínlítinn, þú færð auka armor en ekki base armor frá AC, þannig að Já, þetta reyndar. hjálpar smávægi skilur við, en Já, það er reyndar actually þá En þú örugglega meira valuable reyndar þegar ég piliði. já sko það er þannig sem meira valuable en það er samt ekki eitthvað game changing sko. Nei, hjálpar kannski illusionum að lifa af eitt multishot eða eitthvað sem getur alveg verið stort. En svo veist, Víverinn er með 15 armor held ég þegar hann er hjá AC-inu. Já, Þú veist að þetta er að drá en pírsar. einmitt, sem er, þú veist, frekar gott. Ég meina Jakiroinn fer allan úr 0 armor í 5 armor sko. Já, einmitt, Þannig að það hjálpar honum eitthvað smá sko. já. Og saman með Quappin, hún fer úr 0 í 5 armor. En ok, nú er það high ground og þeir eru búin að póka talsveit mikið af basic. Þeir ætti að geta, þú veist, Já. ef þeir ná að forsa fight og vinna núna þá er þetta basically, þá er leikurinn búinn. En Já, og hvað Kitty getur gert þarna? komið Greaves á Underlordin, hann er með Gem líka. Ég held að Víverinn getur bara staðið hérna, hann með Það er Satanic og Víver, hann getur bara, En, getur, hvað gerðist? sjáttu sem Var- hann glitchaði eitthvað. Komur Já, góður hann inn. glitchaði fake. Við þurfum að Kuti díla er í þessu klandri. lose. Kuti er Já, Kuti að er- melta. Já, þetta er búið. Og Góð alvöru Cromwell núna, molnir. Cromwell deyr, Underlord, Þetta er bara alltaf mikið að drasla út um allt sko. já, hann Ekki tók séns. líka einn, tók Axin, Já, Chaos einmitt. sko. Það Þannig voru að allt í einu komin bara miljón illusion sko. Já, Já, GG. ekki hafa breytt einhverju endilega en kalla GG og hendakallinir taka Game 1. Þannig að vel Já. spila hjá þeim Virkilega vel spilað. og nóg til að byggja hérna hjá Kid Akari. Þetta var alls ekkert slæm framistæð hjá þeim, það var bara svona smávægilegir hlutir kannski sem maður má skoða. Já, ég velti fyrir mér svolítið þessu Underlord picki sko. Af því að þeir tóku Underlord first pick og svo fóru endakallinir í svolítið svona bara counter lane, þú veist, að reyna að countera lane þeirra. Og Underlordin náði einhvern veginn ekkert að, þú veist, Nei, þeir eiga líka, neitt þannig leik sko.
þeir para líka ekki með neinum þannig sé góðum support sem parast með Underlord, skilurðu. Uh, þú veist, jú, Shaman kannski, þú veist, það ekki að verst í heimi, skilurðu, en þú vilt hafa eitthvað gæja sem að býður upp á eitthvað aðeins meira kastrange í CC-inu þínu, skilurðu, svo Shaman þurfi ekki bara að stíga upp á leinið. Og síðan spila hann alltaf á móti double ranged, þannig að þú veist, Underlord næri ekki að núka veifið og þessa fucking pöttu á sama tíma. En já, annars líka bara vel spila á hendaköllunum og þeir hendu ekki leiknum frá sér í þetta skipti. Ef kannski að ræða aðeins MVP-málin hérna. Já, ég er bara að reyna að hendi eitthvað lobby hérna. Já, einmitt, ok. Já, MVP, er það ekki bara... Já, hver er MVP? Ég veit ekki alveg. Svona beginner að Súlander í Hallastað. Já, ég var að hallast að sko Súlander að jafnvel Hangdati sko. Það Hangdati náði að lifa af á svona crucial moments í early game sko. En já, er það ekki bara Súlander að sérstaklega fyrir þetta skinn? Oh my, sko. Jú, Súlander MVP bara held ég. Þú veist, þetta er svo oft svona með hendakalluna að þetta er team effort, sko. Þú veist, Já, algjörlega, sko, það er mjög erfitt aldrei eitt gæi sem er bara svona það er að mjög draga á. erfitt að handpikka einn gæi í liðinu þeirra þeir spila, þú veist, eru bara long time vinnir og spila virkilega vel saman og þetta er svona svipað kannski á með OG að þú veist, á sínum tíma í præminu. Það var svolítið erfitt að velja eitthvað MVP hjá þeim, þeir spila bara svo vel eins og lið, sko. Það er hann alltaf með bestu liðin, það er ekki að pikka einn út, sko. Einmitt já, jú, reyndar Liquid núna, ég meina, pikkar út Boxy á mínu mati. Það er samt, þú veist, 33 og Nisha, skilur þetta allt. Alveg gótið gæjar, sko. Já, það eru gótið, sko. En jú, einmitt, hendakarlinni spila bara svo góðan playstíl og þeir svona nærast af hvor öðrum, sko, þannig að það er mjög erfitt, það er mjög sjaldan sem einhver einn er að draga hinn á bakið, sko. Þannig að já, bara hendakarlinir MVP í Game 1 og Game 2 held ég byrja bara innan skams. Yes, ég er bara að henda lobbyin í gang, þannig að getum bara hent í stuttar auglýsingar og svo mætum við þegar þetta leiðir komið. Já, hvað segir prodúserinn? Yes, sir.
Já, velkomin aftur og við erum komin í leik 2 hérna. Hendakallarnir fá klukkuna í gegn og grípa hana og Kitty Curry svara þessu með Centaur. Kitty Curry bannaði þetta skipti Razor, Sun King og Tusken og síðan Snípuna. Hendakallarnir tóku út Tekkisin, Viper og Shadow Demon. Man nú ekki nákvæmlega hvað var bannað í síðasta leik en mér finnst það líklegt að þeir hafa bannað Tekkisin þar sem að Kitty Curry spilaði hann 2 í síðustu seríu og leit virkilega vel út hjá þeim þar. Já, var þetta spurning hver spilar þessa klukku, hvort að Beginner spila hana offlane eða hvort að Jelly ætla að spila hana eða hvort að Vector hafi verið í einhverjum hernaðarbúðum með Bigga að læra á klukkuna. Það íslensk klukkan sjálf, Moisla er þjálfurinn hjá þeim, þannig að hann hefur kannski kennt þeim 1 eða 2 hluti. En ég held sko að er það ekki hann Túra sem verður offlineinn hjá Kitty Curry? Ég held að hann hafi átt nokkuð góða frammistöðu á Centaurnum. Man ekki hvort það var í síðustu eða þar síðustu seríu, en hann allavega já, hefur spilað hann áður í deildinni og átti bara virkilega góða frammistöðu. Jú, það er hann Túra. En já, hendakallarnir bannaði hérna út Susan. Spurning hvort þeir ætla að taka út Timberinn eða hvað. Og hendakallarnir banna núna Quap. Og Kitty Curry banna núna Ember, en þeir banna ekki Void Spirit, hann er opinn fyrir Gústa. Og Primal er líka opinn. Þannig að já, spurning hvað plan er hérna á báðum liðum. Veit ekki alveg af hverju hendakallarnir banna Quapinn. En já, Enchantress tekin upp að Kitty Curry, ok, áhugavert. Þetta er frábær hetja og ég dýrka hana. Þannig að já, það verður bara spennandi að fá að fylgjast með henni. Hún hefur nú verið spiluð áður hérna í deildinni en ég man ekki hver eða í hvaða leik það var. Jú, byrjuð, það var TT Junior spiluð hana sem fjarka, já. Er ég mættur? Já, velkomin tilbaka. Jú. Ertu komin inn í draftið eða? Já. Lúna, ok, já, taka Lúnuna á móti Centaurnum. Já, Er það... Ha? Og Þetta er Jakiro bara- aftur. Já, ok. Já, þetta er núna að setja upp fyrir þokkarlega öflugt lið hérna á endakvöldunum. Einmitt, ég var alveg að pæla sko klukkan, þeir grípa klukkuna þar sem hún var ekki bannuð. Þannig er þá Beginner að fara að spila klukku offline eða Jelly klukka eða Vector klukka. Vector hlýtur nú að taka Íslandsdrekan, þannig að... Já, mér finnst þetta líklega Jelly klukka, sko. Já, Jelly klukka, ekki Beginner og offline. Nei, eða þú veist, það væri það alveg nýtt, sko. Já. Eitthvað. En þú veist, klikkaðir hlutir hafa gerst svo sem, en... Jú, ég meina... Spilaði fyrsta sinn í sennasta leik, þannig að... Var það í fyrsta sinn, eða? Nei, þú veist, allavega í mótinu, held ég. Já, jú, ég hef ekki séð Beginner CK áður, sko. Já, mitt. Hann var silver tier á honum, þannig að hann hefur spilað Nú, ok, hann eitthvað. allavega 10-15 leiki eða eitthvað. Já, já.
Og sem hann gerði alveg, þú veist, það sem hann átti að gera á þessari heiðu. Jú, bara Spilaði vel á einu. átti betri leik á honum en ég átti von á upprunalega út frá draftinu. En já, þau svara með Vengeful Spirit, ok. Ekki heita sem eitthvað sem að sé mikið, það var mjög langt síðan ég sá hana í mínum leikjum, en Já, þetta er náttúrulega svona, hún er vinkona okkur Íslendinga þarna já, hún er kunnuleg. og það er greinilegt að margir íslenski spilarar eru með mikið, hvað segir maður, mikla þörf fyrir að fá Það er að revenge soppa á þér. okkur. Ha, Það er að vera nei, að soppa þér. til að fá revenge og svona fyrir eitthvað, var ég að Já, meina. það hefndar, Já, hefndar hefnd, þörfin, sko. já, Það er stórt þema í Íslendingasögunum. einmitt, og Kungan, ok. Ok, skipstjórinn byrjar Hann var nú helvitið mikið nerfað líka. Ég sá að vinnritið hans svolítið plömmetaði allavega. ok. Alveg, ég allavega tók hann út, eða svona færði hann svolítið aftarlega í listana hitjunum sem að ég ætla að spila núna á offlineinu, sko. Bara út, maður svo, ég ætla að rifja upp breytingina, sko. Rum duration decreased from 10 seconds to 6 seconds. Og síðan Ghost Ship Damage í early game aðeins nerfað, ekkert mikið samt en það kom svolítið, kom auka 10 sekundur á cooldownu, sko, þannig að það var svona pínu heavy hit með við allar aðrar hitjunar, sko, en jú, Timberinn er gripið núna af hendaköllum, já, þetta er Zoolander Timber. Ok, Einmitt. shit, sko, Zoolander líka, við glemdum að koma inn á það áðan, hann getur alveg 1v9 á Timber, sko. Já. Hann er líka frábær Timber-spilari, sko. Það er lókað eins og helviti næst Timberleikur, sko. Einmitt, Enchantress er bara, þú veist, Þetta jafntaki vera og pappír. range creep fyrir Timberinn og Centaur og Kunga, hann gerir líka svolítið nýtið úr þeim. Það getur svona í late game getur Ends alveg fínt damage á Timberinn en ég held að alveg svona með hlutan leiknum þá getur hann bara sprengt hana, sko. Einmitt, já, það er kannski últraleikinn þegar Engine er komin orðin 6-8 carry spilari líka, þá getur hún kannski látið Timberinn finna fyrir því. En svona almennt, já, ef að Timberinn á henni seti þá á Engine ansi erfitt með að díla við það. Einmitt. Ég er svona aðeins meira convinced af endakvöldadraftinu so far, sko. Sammála. En ég held að Kitty Carey sé að reyna að justa að fara í sterkari lane, sko. Ég held að það sé svona það sem hafa örugglega hugsað eftir þetta leik og, þú veist, End allavega er, þú veist, mjög öflugt svona til að vinna fyrstu 3 levelin allavega, sko. Já, einmitt, ég held að geta alveg refsa Lúnu svolítið til að byrja með, sko. En sko, Jakiro samt er ekki mikið pressaður af Engineum, þú veist, ef að Jakiro er að búa til svona 1v1 scenario fyrir karriðið sinn, þá ég held að það sé múfið, sko, sem Jakiro á móti Engine. Þú veist, þá getur Lúnan bara svolítið verið að lasta þetta bara og fókusa á það ef að Jakiro er að halda athyglinni á honum, sko. En já, byrju, Kitty Carey heldur þess að þetta sé Timber offline, einmitt, ok, þeir eru að banna þarna línu og pakkin. Og jú, þetta gæti svo sem alveg verið Timber offline, en ansi líklegt að Zoolander hafi valið sér þetta sem svar við Kunguna á mitt. Og náttúrulega Kitty Carey er náttúrulega, já, þau vita að Kungan hljóti nú að fara mitt fyrst að þau voru búin að sína Centaurinn. Já, hvað er gott pick hérna? Mars eða eitthvað, ekki? Þetta er ekki Mars. Necro, ok. Þannig að þetta er offline Timber alveg örugglega. Og Necro mid.
á Zoolander þá. Zoolander er líka fínn nekrospilari. Eða kannski eru þeir bara ennþá að flexa þessu. Geta náttúrulega nekro og timber getur báðið fyrir middið og flinn. Medusa, ok. Já, þetta er actually mjög gott pick. Bara klukkan er með eitthvað manabörn og það er Jelly sem tekur klukkuna. Þetta er beginner necrophos offlane og Zoolander timber mid, ok. En já, Medusa, þetta er virkilega áhugaður pick og Já, mér finnst þetta að laga alveg mörg vandamáli á Kid Curry, já, sko. ég er sammála, sko. Hann er virkilega góður mótið necro. Já. Hann er alltaf lægja mótið timber Já. og er góður móti Lúnu, hann allra eins og hana. já, einmitt, og það er bara ef eitthvað klukkan er eitthvað pínu að brenna eitthvað mana sem skiptir samt að í lengum máli. Já, einmitt, það er eitthvað mjög Þeir eru lítið. ekki með nógu mikið fæt og hann gjörsamlega nullifæðir allt sem Necro vil gera í leiknum. Já, einmitt. Áran hjá Necro gerir ekki rasket og hann getur ekki últaðan og hann hafa erfitt með að steina í gegnu þá og ef hann notar ghost draslið sitt þá er hann bara að færa hann eitthvað snák í sig og gerir 6000 damage. Einmitt. Þannig að já, þetta er virkilega gott pick, ég er alveg með þetta. Ég held að þetta var best, alveg bara svona, já, langbesta pickið sem þeir geta fengið hana. Einmitt. En þeir þurfa samt að, já, mér finnst þetta að vera frekar jafnt, sko. En sko reyndar er Medusan ekki með eitthvað til að tanka fyrir sig í leininu, sko. Þannig að ef klukkan nær eitthvað að labba upp á hann og kokka hann, það getur verið alveg pínu hættulegt. En ef hún kemst í gegnum leinið alveg þægilega, þá getur hann átt virkilega góðan leik. Einmitt. En já, þetta er svo að Jakiro Luna lane er aftur mjög sterkt. Mér finnst eiginlega bara flestar hetjur sem að Jakiro spila með í lane eru mjög sterkar, sko. Hvað er predictions fyrir þannig leik? Ég held að Kid Curry taki hennan, sko. Ég held að þetta er svipað með dráin í síðasta leik nema núna eru að spila með Medusa sem á ekki jafn erfiðan leik og drá. Og er basically ekki með neina kontra á móti sér, þannig að ég held að þetta geti verið, þetta er alltaf á endakvörlunum að, þú veist, þeir þurfum að gera eitthvað stuff til að vinna, sko. Þeir þurfum eitthvað að make eitthvað moves til að díla við þessa dúsu. Já, ég held að eina leiðin fyrir hendakallan til að vinna er, sko, ef að Necro fókusar á að byggja, þú veist, einhverja áru, Crimson til dæmis, og síðan bara Deathballa er mínútu 15, sko, og upp úr, og klára bara leikinn mínútu 25-30, sko. Spilum eitthvað timing. Þeir þurfa virkilega að stíga á pedalinn núna, sko, ef þeir þú veist, þeir þurfa að taka Rose fyrir 20. mínútu til að fá hann aftur fyrir 30. mínútu, sko. Já, einmitt, það er alveg verið. Af því að þessi Luna þarf svolítið að spýta í lófana, sko. Ég held að þessi leikur snúi svolítið mikið sko, hvað vektorn er að gera í leinu, hvort það nái að búa til þetta 1v1 situation fyrir Curry sinn svo að hún fái nú eitthvað farm, annars hún sé ekki bara bulli af Ents og Centaur. Og allavega er Timberinn með gott matchup mid, sko. Þú veist, það er ekki mikið sem að Kunga getur gert á móti Timbernum, sko. Nei, akkurat, það er hljóman eins og frekar Timberförlinn, sko. Já, og þannig að ef að Timbern er að snjóbolta að Lúnan færi allt í lagi lane, þá ættu þér að ná þessu deathballi, sko. En Kid Curry er líka með
svo sem fína lausn við teamfightum núna. Þeir geta disengagea með Centaur-últinu og Medusa-últinu og þeir eru með bátinn fyrir damage delayið. Þeir eru Já. með alveg frekar tanky supporta þannig séð í mid-game eða þú veist, náttúrulega sko, ok, það er mikið burst of engine kannski. En þá eru líka hendakallanir að eyða initiationinu sínu á bara einhvern ends, þá er Medusa eftir. Já. Spurning hvort að, er þetta ekki allt spurning um þetta Kunga Axe bara? Er það kannski alveg dead núna? Sko, Kunga Axe er gott ef þú ert með eitthvað auka setup, til dæmis sem ég sé svolítið mikið, þetta getur verið devastating ef þú sko nærð bát, skilur á eitthvað, síðan kemur þú veist Ringmaster eða Mars-últi, síðan kemur Já, næsti einmitt. bátur, Já, síðan er hitt, þetta er náttúrulega þetta er ekkert að gamla eins og Torrenstorm er bara tekið út, sko. einmitt, og síðan er sko næst, þú veist, síðan er kannski hitt últi eins og Ringmaster eða Mars að klárast, þá kemur þriði báturinn sko. Einmitt. Þá, en þú veist, núna hafa þær ekki mikið sett upp nema Medusa ná að stönna bara allan heiminn sko, með últinu sínu. Þannig að persónulega í þessu leik sem Kunga mid líka myndi ég frekar en að fara í eitthvað utilities sem að aðstofa bara Medusana, þú veist, þú getur farið í þessna bara eitthvað, já ég veit ekki, ég er aðeins að hugsa. Þú sendur að kaupa pípu, þú getur farið í bara 2-3 bracer að kannski bara og síðan bara þurfa að splitta milli sín árum og aftur með þetta 4 protect 1 strategy og hann getur farið í, þú veist vá, ég veit ekki einu svona hvað ég myndi byggja Kunga, þetta er virkilega erfið Kungaleikur sko, en svona upp á item að gera sko. Ég veit, er ekki bara BKB kannski? Jú, bara eitthvað svona BKB og halda á lífi og svona takkar spella, getur við farið í Lotus bæði á Kungu og Centaur kannski eða eitthvað svona Halbert. Þú veist, náttúrulega getur Lotus að sjálfa þig sko, þú veist, Kunga Lotus að sjálfa sig og Centaur Lotus að sjálfa sig og það er erfitt fyrir Necro og últ eitthvað. Það veit ekki, já. Það er ansi erfið Kungaleikur sko. Já. En náttúrulega spellarnir eru alltaf góður, það býður upp á mikið með actionu og spotnum. Við erum bjóða Snorra að kaupa viewers í chatinu. Já, og Snorri, keyptu einhverja viewers maður. Bara 25 að horfa þarna á föstudagskvöldi. Kaupa íslenska viewers, please. Við viljum enga erlenda viewers hérna. Kast á íslensku, sko. Já. Jú, erlendri viewers sem tala íslensku, það er til í það. Já, það kannski eða bot. Ekki margir þannig til í heiminum. Nei. Og það kostar eitthvað aukalega held ég, sko. Já, getur það svolítið dýrt, ég veit ekki hvort við hefum budget í það, sko. Við eigum allan ekki budget í það að við ætlum að reyna að gera hlutana sem við höfum rætt áður, sko. Byttu að engine fellur topp, ok, það er fyrst... Nei, byttu. Új, missa snekinum. Akkur var þetta ekki... Eða var þetta af því að creepin dá hann? Það kom ekki hálflót. Já, einmitt, ok. Áhugaverð. Ég held ég að við ándurs aldrei séð þetta, eða allan aldrei séð þetta og tekið eftir sérstaklega. En Necron er með 7 creep af 8... Nei, 7 creep af 12 til að byrja með. Þannig að það er bara allt í lagi. Ekki að vesti heimi, sko. Já. Á middinu er Kungan líka bara að standa sig ágætlega með fleiri creep þó að Júlandur eigi þarna 7 creep eftir, það eru mind games í búði. Allt mana búið á 1000. Þeir eru, þú veist, Lúnan tekur bara 500 HP ef að Vektor nær ekki, já, annars í dauður hérna, sko. Já, vá. Já, þetta er mitt, ok, Ents fóru mitt á 5 og Vengeance á fjarkan, sko, þannig að það er aðeins erfiðara fyrir Vektorinn að treyta hérna. Já, það er að snákurinn er komin level 3.
þá er svolítið erfitt fyrir beginner að spila þetta lane myndi ég halda. Já, alltaf ekki. Og Kútja fær Lotusinn, núna er hann inn í mannabörninu, hann gæti verið tæpur hérna, hann þarf að nota Lotusinn og snák, hann á ekki mikið mana til að vinna með lengur. Og beginner fær hérna frítt lane með hann. Það er gott space frá Jelly. En já, Cromwell bara stendur sér vel mid so far, hann er með 19 last hit á móti 11 hjá Timber sem á ennþá tvö creep eftir hérna, en og bot Luna á bara allt í lagi lane. Eina. Núna er engine komið með creep sem gefur honum bara smá attack speed, ekki besta creepið. Ekki manaburn creepið til dæmis, sem að hefur verið ansi sterkt að fá hérna, en hann er óheppinn með spawn. Það er enda topp sko, fyrir ofan T-Rex-turnin er Harpy gæinn sem að gerir alveg ágætlega mikið damage. Já, annars ekkert mikið að gera. Flestir cores eru bara svolítið að treyta hérna. Góa Vector bot en hann lifir. Núna er Centaurinn í vandræðum, hann á ekki stikk, hann fellur, Hungdaddy fær killið, Naujak Hero og Hungdaddy fær double kill hérna sem er virkilega sterkt fyrir hann. Og núna er hann að death í level 5 og þeir ná með dúsinu topp líka, ég mista því. Ok. Þannig að já, virkilega sterkar sekundur hérna frá hendagötunum, fá góð timings akkurat þegar katapultin er að koma inn líka. Og katapultin topp er bara að berja turnin. Hungdaddy núna 1,5 leveli fyrir framan þennan Centaur. Og fær Lotusinn líka, þeir geta drepið Vengeance hérna held ég bara, já, Vengeance er að öllu líkindum dauður. Eða hvað, hann á Fairy og Stick, kemst burt, núna er Centaur mættur til að refsa eins. Og risa damage, en Centaur deyr bara tilbaka. Luna er orðið svo bilaslega sterk núna þegar hún er komin að head. Og nær Vengeance líka, þetta er annað double kill á 1 mínútu þarna fyrir Luna. En ok, Kungan er mætt. Hann á ekki mana fyrir botnum og þetta er bara mjög mikið waste býtu, hann getur aðeins tekið meira HP en já, þetta er ekki og núna á hann bara engin resources, þetta er ekki gott fyrir Kid Curry. Það er allan að teikna hérna kortið. Centaurinn tekur Wisdomið, treyta bara Wisdomið hérna. En já, ansi vont að Centaurinn þurfi á Wisdominu að halda sko. Og Zoolander fær frítt wave hérna mitt, þannig að hann Kungan náði að setja smá press á hann en Timberinn núna er bara búinn að ná Kunguna aftur og eiginlega komin fram fyrir hann eftir þetta wave hérna. Og Necron líka taka ansi mikið fram úr með dúsinni. Og já, Hungdaddy nær að drepa Centaurinn hérna. Já, þetta lítur ansi mikið út þessu deathballi hjá hendaköllunum sé bara að fara að virka sko.
Já, 7-1 maður, það er... Já, byrjun. Lúnan fekk sko 2 double kill. Já, hún er 5-0, nice. Já, hún fekk 2 double kill bara á 50 eða 60 sekundum sko. Það er enda rosalegt, sko. Og hún er komin núna 2 levelum fyrir ofan Centaurinn. Já, það er Þetta komið. betur Zoolander er virkilega low hérna. Já, Jelly klandur líka. Jelly er low, hann er klífaður en Kungan lifir, Beginner, hann er líka low en hann lifir. Ok. Hann fær ekki stakk en þeir ná Kungunni. Já, þetta er betra fyrir Þannig að- endurkvöluna. Já, tölvöld betur fyrir endakallina og já, einmitt. Lúna núna efst í nettoru og Necron líka. Já, Beginner er Skammt á að fara í eftir. actual item á þessar hetju. Hann er ekki að... Hann ætlar að labba og kasta spelunum sínum næstu 10 mínúturnar. Annað Já, hann er ekki að fara í Radiance. Annað en það sem þú gerir þegar þú kaupir Radiance, þá stendur við bara á linnu og lögum creeps. Einmitt, Þú ert ekki með mana til að nota abilities og fram, eða fæta á frama. einmitt. Þannig að, já, Beginner hlustar á Twitch chat sem að hafa þá bara glímur eins og í, Okkar maður, sko. já, það glímur Twitch chati. Já, það er sem svo- Necron spilaður, þá er raunað yfir Necron, sko. Já, Það já, ef það virkaði ekki í síðustu 12 skiptið að kaupa Radiance á Necron, þá virkaði það ekki í 13. skiptið, sko. nei, ég held að það sé nefnilega þetta að góða hérna á Sigga Tom. Já, ég held að hann er að taka hellinga af bildið þannig að hann lifa einhvern veginn í gegnum þetta. Já, Beginner... Necron mættur, Beginner er dauður, Já, ok, Beginner ok, fellur. mikið worth, klukkan dó líka, Zoolander er hérna, Kungan nær að kæta hann aðeins, náður Zoolander hérna, ég held ekki, þeir eru að chasea, Úri er hérna þess að enda skáta. nei, en byrju þeir, já, hann hoppar inn, hann vissi ekki að það var hann að er koma til dead. hans og hann deyr, já, snýr við fyrir creepin, creepin hann Ok. fyrir gáðum vision, þannig að, ok, Kitty Curry græði hérna 1000 kall á þessu. Já, þetta var gott, mjög gott. Já, virkilega gott fyrir Kitty Curry. En á meðan er Lúnan hins vegar ein og er bara að farma á fullu. Já, komið mask á 10 mínútum. Já, og er einnig að pressa turnin. Já, einmitt. Hann getur farið að trúpaforma núna, hann er komið max Moonglaves. Það er góða vektor mitt hérna, ég held að hann sé fallinn, hann á stikk. Þeir eru að dæfa turnin, Jellyfish með Ok. góð koksana, festar á Þetta 2. er hættilegt dæfa mútið klokk, sko. Gæti náð báðum ef hann er heppinn með... Já. Ok, ná vengjunum allavega, já, vektorinn heyrði killið, hann er brjálar að voru að dæfa hann. Timberinn er núna líka mættur, hann langar í Ents, hann á ekki heal á Ents. Timberinn er brjálaður. Jelly líka. Stentor er mættur, Jelly er mættur. Jelly... Zoolander mættur, holy burst maður á. Það er ekki hægt að fæta þess að hitju með strengthættjum, sko. Nei, mitt. Þú ert bara á timer, sko. Ef hann nær nógu mörgum af þessum kúum á þig, þá bara... Það Allt var er, eiginlega bara 2 Q í early gameinu, sko. Það Þeir eru eitthvað að láta er Zoolander aðeins eitthvað koma rosa fyrir. random það sem er í gangi hérna, sko. Ok, þetta er Jelly í búr. Byrju, Septorum hleypur inn og takkar bara 5 miljón damage. Ok, ná Jelly. Klukkan fellur, ok. Sko, eitt sem ég Vel- tekið eftir í þessu leikjum, fólk þarf að fara að lemja creep, sko. Já, Ha, það er alveg smá þannig. nefnir einhver að fara að berja sér creeps, eða? Það Það er má alveg að nóg stakka í boði. fyrir 1000 sína allavega, það er eitthvað. Stakka Já, fyrir já. Já, nei, hann stakkar fyrir sjálfan sig, ok. Makes Já, sense. það er líka fínt, ég held að hann, já, þurfum við að gera það. Hann er að fara í Blade Mail sem er bara fínt líka. Já, það er gott. Blade Mail BKB getur alveg gert mikið í þessum leik, held ég. Ég er sammála því. Blade Mail BKB Blink Hex vil ég sjá hann kaupa. Það væri alveg... Eða Asi bara eitthvað, hjálpa bara sem Medusa að lemja, sko. Góða beginner, en hann er með mech. Hann og byrju með swap inn, ok, já. hann á ekki Ghost Rátu, sko, hann er Nei. með sér með. En hann kemur svolítið. Új, Og góðu sæð. nú byrjar healið og hann fær Ghost Out level. Já, þetta er búinn fight fyrir Kitty Curry, sko. Já, It's Fightinn fucking er búinn. over. hakka á Medusa, fara að berja eitthvað creeps takk. Já, Bara og creeps, þetta lemja, líka, lemja. please.
Horfðu bara á Luna, taka hann til fyrirmyndar. Hún er eiga sturla leika en hún er samt bara lemma creeps. Já. Luna er mjútuð, sko. Medusa pingaði Luna, hann var að segja, hann er mjútaður, gaur. Please, spila eins og hann. Já, leiðu mér að mjúta hann maður, holy fuck, sko. Bara ándjóðs Medusa mjútaðu, sko. Bara hætt að spila á þessum törn, please. Mute. Vitið, Engine er ennþá lifandi, hann næra tanki gegnum þetta, ok. Eitthvað góð á... Sentorinn aftur mættur, ég held að Sentorinn hafi ekki fengið lastið Já, síðustu þeir eru að 15 melta, mínútur, sko. Já, byrju, save, ok, Killini, góður. Já, bólislega líni. Já, Bolsalini. Medusan afturmætt, gaur, sko. Já, let me creeps, bara please. Loksins fær Sentor lastið Það er eftir góð. 3 mínútur. Siggi Dóm í Glandri. Siggi Dóm dead. Túra Dauður, er dead. Sentor dauður, Shocker. Dústa, Á torren til að stoppa þetta. já. Á meðan er hangtætt ég að drepa einsinstakana hennar dúsu. Já, ég menna, sko, Smá rough. já, það þarf að lemja fleiri creeps í þessum leikjum, sko. Þú veist að sjá það, sko, að Luna er með 40 fleiri lastið rúmlega það en Dúsa, sko. Já. Sentorinn er, þú veist, Lunan er með rúmlega 3-falt fleiri lastið heldur en Sentor, sko. Það er ekki alveg nógu gott. Nei. Og það er fyrsta áran coming. Jelly vil góða en hann er ekki með allt. Þeir eru komnir þetta helviti djúpt núna, þannig að það er í Já. lagi að refsa þessu, sko. Ok, sitt hann í base. Jelly, ok, en Bygginn reynir að bjarga hann en það er ekkert hægt að bjarga þessum manni. nei, ég meina núna þarf líka bara hendakarnar að fara að bera einhver creep, sko, ekki að dæfa eitthvað undir tier 3 hérna á mínútu 15. Það var smá Jelly moment. Já, ég meina þetta er bara space, svo lengi sem að félagar hann sé ekki að elda hann í þetta, sko, þá var þetta bara Já, gott já. space. Já, Kannski eru endakallarnir ekki búin að ná að sko, eru búin að ná að setja Rúfala mörk sko. Kannski eiga erfiðara með já, að gera það við Bjarka sko. já, Biggi, en ég meina, Biggi er eitthvað eftir Bjarka og Bjarka segir, já, jú, við getum gert það. Hann svona, já, ég veit það ekki alveg, já, ertu viss, Bjarki? það gæti alveg verið rétt, sko. Ég man ennþá þegar ég spilaði einu sinni með Moislunni og ég var að spila Ember og hann var að spila einhverja hetju. Og við vorum búin að hlaupa saman kannski í 7 mínútur og af 12 mínútur á leiknum, sko. Og þá loksins sagði við hann að ég væri ekki með mana og hann var brjálaður út í mig að ég ekki bara 20 mango á mér. En það var meira, sko. Það átti ekki mana! Já, hann var brjálaður að ég var búin að hlaupa með honum og drepa örugglega 10 hetjur og loksins átti ég ekki mana, þá var hann ekki sáttur, sko. Já, veit ég meira á maður eitthvað í þetta. Það var Já. mikið flame. Það var mikið flame að ég ekki mana, endalaus mana. Þetta er líka svo gott að ég finnst þess að Moisla sé definitely spilarinn sem er alltaf með region, með hann að, þú veist, ekki Arcane bootsana, þetta er hérna. Já, Tranquils. Hann er ekki gæðin sem er að gefa mana, sko, en þú ótt að vera með mana. Herru, það er góð á klukkan aftur, Jelly að búið til gott space hérna, svo sem. Bara allt í lagi, ég meina, þeir eru 3 hérna eitthvað í jungle, sko, það gerir ekki neitt. Sentorinn er loksins að berja eitthvað creeps, þannig að það er jákvætt. Hann er Já. komið með blade-mælið loksins. Medusa styttist í manta, byttu, það er góð á beginner, en Vector er hérna. Það er mjög erfið heitið til að drepa, sérstaklega þegar hann stendur onni í Makrabær. Já, og hann er með Núna mætir grís og allt, sko, Zoolander, núna já. er byttu. Það er minnstilega hérna, ok, Cromwell lifir. Beginner er að elda hann, Cromwell fellur Já. held ég á endanum. Já, ég held að hann falliði með þessum puls. Já, Hann er líka að hann finnir í verða- einhverjum já. grandeir, já. Já, Luna Kitty mætt, Boss ok, Luna líka. hann ætlar að drepa Lunu. Timber er mættur, ok, Timber á ekki mikið að resursum Ég eftir. mættur aftur, ok, En þessi... Jelly mættur, Yes. ok, hann brennir mana Fínt. og þetta er... Já, það er ekki mikið fyrir... Nei, þetta eru 3 döður. Geta karri ekki reyna, sko. Nei, Það er einu sem er lifa og þeir geta ekki gert neitt. Tveir... og aftur, ég menna, Sentor getur ekki búið upp á neitt, sko. Ó. Hann var bara að vera að pressa hann turn, sko. Við seiflega turnin hjá hendakvöldunum er ekki búinn að taka damage, sko, og núna fellur Engine. Já, Og þetta er einmitt það sem við tölum það sem hendakallið þurfti að gera. Þeir þurfti að koma Já. vel út úr leinum og deathbóla og þeir eru að gera Já. nákvæmlega það. Þannig að
Já, vel Heldur spila hjá betur. þeim. Ég tek bara ekkert frá þeim, sko. Þeir setja svona mikla pressu á Kidda Curry, þannig ég skil að þeir, þú veist, vilja ekki bara vera að lemja creeps en þú veist, er það Já, ekki bara honestly eina í stuðinu eða? þetta er svolítið, þú veist, þetta er alveg svona feels bad með að vera, að, þú veist, Kitty Curry fór í meira early timing í senasta leik og voru miklu, þú veist, voru mjög proactive actually með að reyna að force a fight, sko, og fara í move saman. Ok, og það virkaði ekki, skilur, og nú erum við svona, ok, förum, þú veist, nú breytum aðeins til, skilur, förum í hvað sem að við sem er betra, þú veist, late game. Og leið til að matchup. komast þangað líka, kannski. Já, og eitthvað svona, ok, við erum með teamfight á móti deathballinu. Það virkar eiginlega bara verð. Maður er svona, hvað í fokkan má ég að gera, þú veist. Já, ég held að vandamáli hjá þeim í báðum leikjunum var svolítið að þeir, sko, þeir eru bara til að vitna í okkar besta frikka keislu að bara ekki að lemja nógu mikið að creep, sko. Eða þú veist, eins og við séum núna, þeir voru í 5 mínútur í kringum hennar mid-turn að gera ekki neitt. Já, það var smá svona, kannski ófókusarað, þú veist, þeir voru með miklu betri fókus í, fannst mér, hvað þeir voru að reyna að gera í senasta leik, sko. Síðan byrjaði að lemja creeps loksins, en það var bara orðið alltof seint, sko. Frekar en að lemja creeps í 2 mínútur áðan og fá 1 item, þá þurfa að núna að lemja creeps í 10 mínútur til að catcha upp, sko. Eða reyna að catcha upp. En núna er hendakallan á þeim stað að þeir geta bara að fara að pusha þetta og forsa þetta að turna, sko. Já. Þú veist, þeir eru of seinir Kitty Curry að byrja að splitta mappið og svona. Já, þeir eru líka bara ekkert með opnin að turna, þannig að þetta er mjög, þú veist, það er mjög það er mitt málið, þú veist, pussa út, sko. Sendur og tipi þarna inn fyrir 2 mínútum að gera ekki, þú veist, það gerir ekki neitt. Þannig að það er bara átt að hanga hérna bort, taka hennan turn og þú veist, ef að 3-4 eru að hendakallan tipi til að drepa hann, þá er það bara stór sigur að kaupa svona mikinn tíma, sko, fyrir liðið sitt. Já. Og midturinn er fór að falla og þetta er, þú veist, þetta er mjög hættulegt að vera í þessari stöðu líka á móti Luna því hún er svo ógeðslega góð í að bara enda leikinn þegar þú ert komið með, þú veist, svona mikið advantage. Og það er góð, er svappa vektorinn og hann er að fór að falla, þannig að þetta er fínt að fá. Já, þeir fá alveg ágætt gull og XP frá honum, sko, þegar þeir eru komnir svo mikið að headina. En það vantar blink á sentarinn og það vantar ég veit ekki alveg, þú veist, það er eiginlega eina sem þeir geta beðið eftir, sko, því það er Kungan er ekkert að fara, þú veist, Kungan er með alla spilana sína, en sjáðu eins og en þú veist, hann er ekki að fara að fyrir eftir eitthvað smá. Og það sem að Medusa var að gera núna til dæmis, hún var að pressa hérna bot. Necro tipjar og Necro er mjög hæg hetja, hann þarf að svara þessu, þannig að hún fær fullt að farmi bot. Forza tipjar top, fær fullt að farmi þar, núna á hann heilan jungle fyrir sjálf sig. Já. Þetta er bara að gerast svo seint í leiknum, skilu. Þetta hefði átt að vera að gerast fyrir 5 og 10 mínútum og það áttu alla 3 hetjunar, core-hetjunar að gera þetta, ekki bara hún, sko. Þannig að aftur, þú veist, þú sér, þeir standa bara út í tier 2 turni hérna. Eru bara eitthvað að deyja. Þeir vilja taka eitthvað fætinn, það er rosa erfitt að burst með þetta necro heal. Já, og þú veist, þeir eru að má damage hérna, sko. Þú veist, þeir voru að forsa þetta tepi bot á Necro, hann hlaupa síðan bot til Necro, skilu. Þú vilt láta hann reyna eitthvað en að elta ykkur, ekki hlaupa til hann, sko. Það hann er svo ógeðslega sterkur núna á þessum tímapunkti í leiknum. Hefðu þið kannski getað að segja það, en minnst þið kannski vision eða eitthvað? Já, hann er... Wow, Zoolander, það er fucking svaka burst, sko. Já, þetta er svolítið erfitt líka þetta Necro, veist, það er rosa erfitt fyrir að núna fæta inn í Necro því að hann bara, hann er smá að countera, þeir eru ekki með nógu mikið burst til að drepa neitt, sko, nema að ná swappinu í turn og svo komur inn Necro heal og... Sjáðu bara hvað er að gerast, þeir eru búin að vera hérna í 2 mínútur að reyna að venda hennar turn. Já, þetta er definitely... Það eina sem að þeir gerist er að þeir standa hérna í 2 mínútur að gera ekki neitt, þeir deyja og turnin deyja sem hvað sem er. Já. Af hverju er ekki ein hetja mid og ein hetja top og ein hetja í jungle? Af því að þessi turn er hvað sem er döður, skiljið. Þú veist, þeir tapa bara svo miklu meira en þeir þurfa að tapa á þessu, sko. Þú veist,
í staðinn geta verið að setja pressu mitt og setja pressu á toppturninu og opna þess mappi fyrir sjálf og sig þarna en þú veist, þeir eru að reyna að venda 3 tier 2 turna í tapandi stöðu það bara gengur ekki alveg upp sko. Núna deyr engine hana Necron fær allan að stakk bara stakk nummer 2 reyndar sem er ótrúlegt á 23 mínútum eftir hvað eru búin að vera að rústaðu leiknum. Já. Það er spurning hvort þetta sé hægandi. Þeir vilja taka Tormentorinn fyrst sem er bara góð hugmynd. Eitisn er að renna út og núna er líka hendakarlinn fyrir stöðu að þeir ættu sjálfur að geta beðið eftir næsta rós en ok, þeir ætla að pressa aðeins turninina. Líka komið lótu sko til að setja Lúna, það er ansi gott, hún getur ekki verið hexu og já, vend sem bara börstu niður. Já, rosa að spyrja þessu kanda sko. Ég held að vendin hefði líka þurft kannski 1 eða 2 bracer og sko já, eins og við séum núna, Medusan er loksins komin topp og er að pressa eitthvað á turnin og fá creeps, en þú veist... Já, það er eiginlega að mæta bara tilbaka hún er að mæta tilbaka. Er allt í... Og hún er í baklunni sko, en hún er að tanka... mjög mikið, pítu, Lúna er low, en nei, lifir í gegnum þetta. Já, hún er ekki svona tanki sko. Nei. Það lúkar svona frekar óverð fyrir Kitakari sko. Já, ég held að Erni með alveg fara að kalla þetta. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, þessi leikur er búinn. Já, takk Ernir. Hæ Ernir. Hvernig er í Búðardal? Ég er ekki með voice-dan á honum að segja neitt Búðardal. Býtu, hvað skeiði þarna? Nei, ok. Big tension in a bot lane. Já. Ég veit ekki hvað skal segja sko, það er bara eina í stöðunum fyrir Kitakari var held ég að reyna að splitta mappi og gefa þess að turna og í staðinn fá þér eitthvað farm en í staðinn, þú veist, missaði bæði farmið og turnana sko. Æj. Það er degja bara á spildamensinu og Gleifs og Svunundir nokkurum. Lúnan er ekki eins og að lemja sko. Já, Lúna Gleifs bara er að klára leikinn sko. Og, já, þeir kallaða bara. Já, vel spilað hjá hendaköllum, virkilega vel spilað. Ég tek ekkert frá þeim sko. Þetta var eiginlega bara frekar perfect leikur hjá þeim sko. Þú veist, þeir fengu gott. Þeir fengu mjög gott lastpick fyrir Kitakari og þú veist, ég held að þú veist, mér fannst þessi lane ekkert líta illa út sko. Ég held að það var alveg potential fyrir að vinna allavega þú veist, vinna topplinnið og mögulega vinna botlinnið. Já, og ég held þá hefur þeir verið miklu betri stöðu til að fæta sko, en bara þessi Lúna átti alltaf fríanleik, þetta var bara... Já, ég held náttúrulega ef að Kitakari ætlar að spila svona 4 protect 1 strategíu eins og við vorum að gera eiginlega í báðum leikjum, þá þurfa þeir að splitta mappið betur, sérstaklega á móti liði sem að, eins og hendakallanir sem að fíla svolítið að spila mikið sem 5. Og náttúrulega aðalrefsingin við því er svolítið að splitta mappið og eins og þeir byrja á að gera sko, forsa Necron til tibja bot en síðan hlaupa er allir bot að venda hann turret frekar en að splitta mappið og þeir tapa svo miklu á því að eyða tíma að horfa á hendakallan að taka turnin og deyja síðan líka og turnin fellur og fá ekkert í staðinn sko. En mjög vel spila frá hendaköllunum og þeir alveg eins og við tölum að þeir þurftu að stíga á petalinn og þeir gerðu það svo sannarlega. Hvað heldur að Fannar myndi segja að hann væri að coacha Kitakari núna? Bara mjúta sig, farma creep sko, búið til pressu annars staðar á mappinu og verður að spila móti svona hægum hetjum eins og þú veist Necro tekur yfir einn part af mappinu skilurðu og bara, ég er bara endur að taka með hana sko, þú veist, þú færð hann til að tipi eitthvað sem spilur hinna með á mappinu. Ég er að reyna að spila þetta á voice-lan, það er allt í eins og low. Ég heyri ekkert voice-lan, Er þetta ekki? Ég heyri ekki neitt voice-lan. Ertu að reyna að spila þetta hérna? Varstu að reyna að spila þetta? Já, heyrðu þetta ekki? Ekki, nei ekki á því Ég hef örgulega, byrjum að sjá. Já, ég er búinn að mjúta soundboard hjá þér eftir að maður ekki voru svona 50 í Discord-kólu, eða voru bókstaflega 20 í Discord-kólu og allir voru að spamma voice-lan, þá mjútaði ég alla sko.
Það gengur ekki. BF-gjöld á Erni segir vinstri, ég er sammála því. Já. Bara ég ætla ekki að vera leiðilegur en þetta er Þetta fucking er fucking búið. búið, sko. En jú, Ernir, þú þarft að fara að kasta meira. Ég meina, það er spila voislan af Erni í hverju eins kasti, sko. Það segir honum bara Það er satt. að við söknum Ernis kast, sko. Við þurfum einhverja ný voislan, sko. Það er líka eitt sem ég sagna, sko. Mm. Ertu búinn að mjúta það? Já. Já, Robert. Vonandi- Það Robert kast. vonandi kemur fljótlega baðkast aftur. Já, bara please, sko. Fara í bað og taka mikrofónu með, sko. Það var gott stöf, sko. Nei, þú veist, hann var ekki eins og með mikrofónu, sko. Hann var bara með, sko, síman í baðinu, skilju, og Hell yeah. það var engin filter settur á, sko. Ég leiði öllu að heyrast. Já, þannig vil ég hafa þetta á Twitch, sko. Já, Það erum í sjónvarpinu, það erum við í jakkafutum, en það er bara baðstrímið þegar við erum heima, sko. sko, Erni segir þarna, ég er í verkfalli þangað til menn hætti þessu nætubröldi, en máli er, sko, Já, það er föstuð það núna, come on. það hafa, sko, strax verið fleiri seríur núna sem byrja milli 7 og 8 heldur en voru alla síðustu deild, sko. Það eru 2 leikir búin að vera, einn var klukkan 7 og einn var klukkan 7:30, sko, þannig að þetta er engin afsökun, sko. Já, Erni var að koma heim, segir hann. Ég er ekki að flauma. Já, Erni Ég vill er- hádegisleiki. Til í hádeiskast hjá Erni, sko, það er alveg hæp. Já, ég meina Erni, þarf þú ekki bara að fara að gera þér bæjarferð á sunnudegi og kíkja til okkur upp í Arína eða? Getum við fengið beginner viðtala eða holy moly? Já, Beginner í viðtal, maður sjá. Beginner in the chat. Sko. Já, einmitt, Biggi, kottu, please. Kottu á bara Rás 2 á Ísland Dota og við draugum þið yfir. Kottu á Rás 2. Rúf, Rás 2. Bara please, sko. Ég er sammála Tom Woods hérna í chatinu, hver er það? Ég veit ekki. Herru, beginner mættur. Já, góða kvöldið. Vælir, Já, góða kvöldi. Vel spilað, til hamingju með sigurinn. takk fyrir. Það var, Kannski Hvernig var bara, stemningin? já, herðu, hún var bara mjög góð. Það var eitthvað voru loksins heima. Svolítið búin að spila á arena og einmitt. nokkuð örugur. Já, það er Það voru gott að heyra. næst leikir hjá þér, sko. Hvað hérna, þessi Chaos Knight, er það eitthvað sem þú ert búin að æfa eða var þetta bara eitthvað sem einhver leist vel á in the moment? Það er Moisla djónaði eitthvað úr vinninu og baði þetta pikk. Ok. Ég frétti að þið hafi verið að fleima það. Við vorum svona ekki alveg vissir myndi í draftinu, sko. Þetta lukkaði svona eins og smá erfiður leikur bara upp á losing clear og eitthvað, en Já, sko, ég og Já. Bergur erum búin við ákveðum í vikunni að taka okkur á í að fleima minna og frekar ræða möguleikana, sko. við erum að reyna. Þannig að við vorum aðeins að ekki beint að fleima en frekar pæla bara, sko, hvað er pælingin á bakvið þetta þegar þið eru á móti Underlord Timber. Já, Rand er að snitsa öllu hérna sko. Hvað var Randi að segja? Skammaði Kastes fyrir þetta Rufal og Flame. Nei, þetta var ábyggilega, sérstaklega leikur 2 var svona best spilaði leikur bara hjá okkur í deildinni held ég hingað til. Já, við þetta ræddum var það mitt í mjög smooth leikur draftinu. 2, sko. að þið þurftu svolítið að stíga á pedalinn til að sigra þennan leik, sko, og þið gerðu það virkilega, þannig að mjög vel spila hjá okkur. Við höfðum ágjörði af þessu last pick með Dúsa. Já, einmitt, ég ætla að spyrja ykkur út í Keyra það, bara. því að þetta lukkaði nefnilega mjög vel, þetta last pick, sko. Já, sérstaklega á móti Necro. En náttúrulega Nóri og já, Nóri sérstaklega á með algjör trífar matnaleikinn eða ekki. Jú, þetta var bara Jó, alveg 100% IT lúnuleikur, heldur, sko. Þá er hann alveg með nótaði mest þess að drepa hana. Já. Akkurat. En hvað var samt pælingin á bakvið Chaos Knight? Var það bara Moisla að segja að hann vildi Chaos Knight og sá hann ekki hinn pikkin eða var þetta eitthvað svona? Já, þetta er bara eina af mínum heitir sem gat hoppa á dráfina. Já, ég skilji. Ég ætlaði bara að reyna að taka Silence snemma, ég var alltaf lengi að fá það.
til að drepa timburinn og svo leit ég þá getur maður hoppað á backlineið. Mm. Já, byrju, varstu að fá það eitthvað seint? Það mér fannst þú alveg fá það á reasonable tíma, held ég, sko. Já, Ég farmaði mjög vel í byrjun og svo fórum við eitthvað að fæta eins og kjánar. Já, þetta var svona, þetta nefnilega þeir tókuðust í góðan snúning Kitty Curry þarna í bara eftir leinuna. Þeir voru, eiginlega, þeir unnu ekki leinin en þeir byrjuðu að 5 menn alveg frekar early Já, sem var í rauninni, var mjög gott fyrir það. Þeir actually komu svolítið aftur í leikinn bara með að taka eitthvað svona 5-5 fæta. já, þeir voru góðir saman, 5 saman. Þannig já, að þetta er líka held ég þetta bæði, býð eftir okkar timings betur en já. Hvernig var lesturinn ykkar á þessa viðureigna? Þegar nú eru þið svolítið allan að því sem ég hef séð af Kidda Curry. Þeir fíla líka að spila svona svolítið fimmana og spila mikið sem lið og eru vinir svona svipað á því í hendakvöldunum. Þannig að hvernig var tilfengin inn í leikina? Voru bara að ég hugsa easy game eða? nei, alls Ja. ekki, alls ekki. Við bara vissi voða lítið um það fyrir utan skjalið sem maður fekk frá Moisunum sinni, sko. Já, Moistan Það náttúrulega var- kannski þekkir einhverja af þessum spilurum, sko. Já, þeir Súlander og Hangdari þekkja eitthvað til. Ok. Við vissum bara að við vorum að Bromwell spilar allar sömu hetjur og Gústi einhvern veginn. Já, einmitt. Gústi þekki þeim alls ágætlega. Já, Já. og Gústi líka stóð sig ágætlega í að sjötta niður Cromwell sem að ég held að sé allan einn af mikilvægast og sterkustu spilurunum hjá Kidda Curry, sko. Ekki það, ábyggilega, ég held það. Já, algjörlega, ég held að, einmitt, Skossi held ég kapteininn og svona held ég aðalsbrautin í þessu liði, sko. Já, Þannig að þetta var svona, við vorum, já, ég var einmitt mjög forvitin í fyrsta leiknum að þeir pikkað Timber third eða eitthvað og svo fá þeir, 5 hetjur sem eru svona, spilum þetta Weaver, Kvop, Jakiro, þetta er svona ekkert eitthvað það góður Timberleikur en samt náðu hann að vera einhvern veginn hættulegastara hetjun í leiknum Já. alveg mjög lengi. Já, ég er sammála því. Þannig að hann er góður. Og þú veist, Það var Já, svona tilfinningin á, hvað segirðu? mér fannst þeir allir bara mjög fínir að móta okkur. já, Já, og þetta var næst leikur, það myndi vanta kannski bara smá, maður sér kannski smá bara svona munin á, það er aðeins meira reynsla komin á ykkar lið, sko, og svona aðeins meira smooth execution, þó að, maður sá definitely, sérstaklega í fyrsta leiknum að Kitty Curry er með, sko, þeir eru að gera réttu move-in, sko, þeir eru að spila svona mjög decisively, sko, bara, þeir eru að committa í move-in sín og, það er ekkert svona eitthvað að hlaupi hringi mikið. Seinni leikurinn var aðeins svona, þá var kannski smá eitthvað, voru kannski að missa móðin svona eftir leinin en Eins og já. hjá okkur þá erum við óðalítið að þetta er einhvern veginn bara instinkti hjá okkur. Við erum búin að spila svo mikið saman í mörg ár. einmitt. Já, akkurat. En bara einhvern veginn, það þarf ekkert mikið að ræða. Já, Það er náttúrulega best þegar það er þannig, sko. já. Þetta var æðislega gaman, takk fyrir að stríma þessu. Já, þetta var bara góði leikir og til hamingju aftur með sigurinn Takk og vel fyrir. spilað. Þannig að já, bara until next time. Það fá að sjáta þetta Beigluna og Óla minn. Já, Ég sá þetta. shoutout á Biglu og Óla. Þeir eru Takk Rúfalo. fyrir það. Fyrir Rúfalo, hell yeah. Heyru. Já, fyrir. takk fyrir þetta. Annars Bless. ekki- Já, og með þessu kannski kveðjum við líka bara streymi í kvöld Já, það er ekki bara góða og leikir, já, gott ár, gott chat. kannski viljum við tala eins það sem við erum með plana fyrir útsendinguna á Nei, ekki sunnudaginn bara, eða bara koma að í leyfa ljós, að vera ekki? surprise. Jú, Já, það er ekki bara. gera það bara. Þannig að fólk getur aðeins laka til hérna til Það er bara sunnudagsins. tjúnin á sunnudaginn, það verður eitthvað aðeins öðruvísi. Sjá Já, það. hell yeah. Já, Já, þá þakka ég bara fyrir mig í kvöld og já, takk fyrir okkur, takk fyrir áhorfið. við kveðjum að sinni. Takk Snorri fyrir að Já. streama. Thank you.
Oh my god! Slögt á þessu streami! Slögt á því!